náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þótt Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Arnar Þór Jónsson, velkomin í Þvottahúsið. Takk fyrir. Þarna, út varaþingmaður í Sjálfstæðisflokkinn og lögmaður. Fyrrum dómari. Eitthvað meira? Já, svo var ég lengi kennari og fræðimaður við Háskólann í Reykjavík og ég hef verið í ýmsum hlutverkum. Ég var nokkur ára aðstofamaður hæstaréttardómara og dómarafulltrúi var ég áður og ég hef verið í ýmsum hlutverkum, unnið í ráðuneyti og eitthvað fleira. Ertu svona, myndirðu skilgreina sem svona eitthvað þungaðvikta manneskja? Í hverju þá? Bara þessum hlutverkum sem þú tekur að. Þú tekur ekki lífinu með neinum vettlingatökum? Ég veit ekki hvort að ég get skilgreint mig sem eitthvað þungaðvikta mann á einhverju sviði en ég talandi hvort ég tekur þetta einhverju vettlingatökum. Mér finnst að þegar ég er búinn að fá út úr starfi, þar sem ég get vænst þess að fá, í formi þroska og reynslu og ég finna að ég er farin að endurtaka mig og það fer mér að leiðast og ég reyni þá að leita einhverju nýjum áskorunum og ég hef gert það og ég hef bara verið heppinn og það hefur leitt mig á þennan stað. Já, einmitt. En það krefst að þú þetta vera þá í stöður í svona sjálfskoðun. Já, en eru við það ekki vonandi allir að alltaf eitthvað að staldra við og hugsa ég er hérna núna og er ég í hlutlausum? Ég meina við viljum ekki fara sem bara eins og lauf bara í stórfljóti bara og berast til hafs. Við ljótum að vilja vera í einhverjum á einhverju vegferð. Finna, vera svona að gera það sem við teljum að gefi lífi okkar tilgang og það sem við erum svona að gera eitthvað gagn og annað slíkt það ekki? Og þeir eru aldeilis flottir í því sem þeir eru að gera. Þeir eru það kalla hér alls konar fólk til samtals og leyfa öllum að hafa rödd og það er mjög mikils virði. Ég meina, í svona frjálsu samfélagi sem við viljum vonandi búa í, þá þurfum við að gefa öllum pláss. Allir þurfa að eiga sitt pláss og allir eru dýrmætir og sinn hátt. Ég er algjörlega bara, allt sem heitir svona vélrænt og hugsunarlaust og krafa að ég eigi að vera eins og allir hinir er bara eitur í mínum beinum og það er svo skrítið að ég var alltaf svona þægur og góður strákur held ég. En svona eftir því sem að líður á ævina þá fer ég að verða svona fer ég að gera meiri kröfu til mín og kannski annar að þeir séu þeir sjálfur og ég veit hvernig ég er að tala við. Ég vil ekki vera að tala við einhvern sem er að tala við mig út frá hlutverkinu sínu. Og það er svo leiðilegt þegar ég er að tala við fólk og ég veit hvað ætlar að segja næst. Það er ekki bara leiðilegt, er það ekki bara líka hættulegt? Þetta er hættulegur staður að vera á. Jú, algjörlega, það er rosalega hættulegt þannig að þá veit ég að það er einhverju aðrir sem er að skrifa handritið og þetta fólk er að tala eins og þeir haldi að aðrir vilja þeir tali. En er þetta ekki sérstaklega mikilvægt eins og með dómara og talar endurnýjun þú ert komin á okkur vegg eða fara á staðina? Já. Nú eru dómarar ekki að Hæstarétt fastráðnir. Jú, allir dómarar í raun og eru á Íslandi við öll 3 dómstögin eru bara æviráðnir og það er svona partur. Finnst þér það ekki galið? Já, það er hluti af því að tryggja dómarunum ákveðana vernd og þeir geti þá í rauninni beitt þessu valdi til að tempra hina valdhættina og segja slá á puttun á framkvæmdavaldinu og löggjafarvaldinu. En síðan auðvitað bara ég skrifaði langa grein þetta í afmælisrit Hæstaréttar sem kom út núna í vor að því miður er reynslan svo að dómstólar þegar svona eitthvað fer alvarlega úrskeiðis og jafnvel vont fólk kemst til valda og fólk sem sýnir alræðistilburð og svona að þá því miður þá verða dómstólarnir oft og yfirleitt meðvirkir. Það er alveg og byrja að spila með því að það er kannski mannlegu eðli að við viljum verja okkar hagsmuni, við viljum halda starfin okkar og fá launaumslagið og
þá kannski spyr fólk býtu hvað þarf ég að gera til þess að geta fengið að vera með í partíinu eða enginn fara að berja mig. Pæliði til dæmis Milgram rannsóknin, þegar við hirtum hana sem ég gerði þarna, hann hétt Stanley Milgram og ég held hann að vera félagsfræðingur frekar en sálfræðingur. Þetta nú frægur rannsókn, ég gert svona milli 60 og 70. Að þá sem sagt þegar við heyrt talaðum þetta, kemur maður inn á götunni, hann mætir þarna manni sem að framkvæma þess að tilraun, hann sáir í hvítum slopp og hann segir hinum með veggin maður sem með rafskaut á sér og þú hækkar strauminn eftir því sem ég segi þér að gera. Þegar við heyrtum þetta ekki. Já, allavega og síðan rannsóknin gengur í raunin út á að rannsaka hvað fólk tilbúið að gera til að þóknast yfirvaldinu. Og þetta gert þannig bara burt sér frá þjáningum annara. Já, burt sér frá þjáningum annara, siðferðiskend þinni og samkend og siðfræðilegum viðmiðum og öðru slíku sko, innsæi og eitthvað svona samkendi og það kemur í ljós sem sagt að 2/3 af þeim sem að tóku rannsóknina voru tilbúnir að bara hækka rafstrauminn af því að maðurinn í hvítaslóknum skipaði honum að gera eða skipaði þeim að gera 2/3 gerðu það og sko þetta út af fyrir sig bara mjög áhugaverð svona pæling hvað það í mannlegu eðli sem að knýr okkur til að vera svona miklir aumingjar að gera þetta algjörlega og 1/3 í rauninni þá vonandi hefur staðist þetta en við erum að tala um það að fólk var búið að hækka rafstrauminn sko langt yfir því sem að hann sagði að væri sko lífshættulegt bara sko þetta var mörg 100-fold hækkun í mörgum tilvikum og svo heyrðu þá þann sem var satt í ramastólum öskra og æpa í þjáningu. Þú gerðu það líka? Já, heyrðu það sko. En sko það þarf að ég veit ekki hvernig við förum að því að sko herða skrúurnar í fólki þannig að standist. Mér finnst þetta mjög áhugavert í hérna fyrstu svona pælingunum hérna hjá okkur í svo handriti. Það var einmitt sko, þú varaþingmaður, þú reyndir að komast inn á þing sko og spurningin hérna, hefurðu trú á lýðræðinu, kerfinu því að núna siturðu hérna og þú talar um þessa rannsókn 2/3, þetta ekki smá hlutfall já. Ég meina ég hef trú á því, já, vegna þess að ég vil trúa því að þessi 2/3 þá sem eru þá kannski sofandi það sé hægt að vekja á og það sé hægt að líka að höfða til þess sem að við getum sagt sko þeirra betri manns þeir hlýði sínum betri manni við geymum öll eins og ég skilða 2 sko hluta það alltaf þessi pólitíska umræða og þjóðfélagsumræða gengur var mikið út á það að benda á aðra að séu svo vondur og ömulegir en Martin Luther og í rauninni held ég Kristur sko Kristur alltaf, hann gerir ráð fyrir því að menninni geymi gott og illt og þeir þurfa að velja og við erum í daglegri baráttu við okkur sjálf en það þarf oft einhver til þess að vekja fólk og opna augu okkar og ég vil þess að trúa því að það sé hægt að ok, við viljum hafa sýn á það hvert við erum að fara ef við förum hérna út í myrkrið og við höfum enga sýn það bara endar þetta með einhverjum ósköpum en ef við höfum ekki sýn að þá, hvar erum við þá stödd? Þá erum við oft í þeirri stöðu þá að við erum að reiða okkur á einhverja aðra sem segja ég með sýnina krakkar fylgiði mér. Ég meina skortur okkur ekki bara hugur ekki oft líka bara þess að labba inn í óvissuna. Jú, vissulega. Það sem við vitum ekki og höfum ekki stjórn. Akkurat, en til þess þurfum við að hafa einhver hugmynd hvert við erum að fara. Við þurfum að hugleitt bara munin á rétt og röngu, góð og illu og við þurfum að geta staðsett okkur dálítið í tilverinu. Við þurfum að hafa ákveðið samtal við okkur sjálf. En það svo margt í þessari nútíma veröld sem að svo mikil sem að svo fyrrir okkur sjálf við erum hérna hvernig maður orða það, við erum svo fjarri við erum svo utan við okkur sjálf við erum ótengt okkur sjálfum og ósjálfbær og hérna það eru alls konar orð sem við getum notað en ég að segja bara ef við náum að slökka á sjónvarpinu bara smá, leggja fyrir okkur síman eiga samtal við fólk sem reyna að vekja okkur
og ég er ekkert að biðja fólk að fara að fylgja mér, ég er bara að biðja fólk að hugsa og ég held að allir ættu í rauninni að reyna að leggja sér fram bara innan fjölskyldu, þeir eru að ala upp börnin sín, tala við foreldra sína bara, heyrðu, eigum við að hugsa þetta, hvað finnst þér? Ég hugsaði sko orðið sem kemur upp í huga mér núna, það innsæi sko, að við erum sem einstaklingar, við erum óinnsæistengt. Fattaru? Því að ég þarf ekki að vera skólar eða akademiskur eða læknir eða lyfjafræðingur eða sérfræðingur í bóluefnum eða neitt til þess að hlusta og taka mark á innsæði mínu sem segir það er eitthvað að. Einmitt, og við höfum öll innsæði. Við höfum öll innsæði ef við bara svona leifum þessu ríki svona aðeins að setjast og þetta pæliði, öll þessi svona andlega íhugun sem að bæði austrænir spekingar og í rauninni vestræn trúarbrögð líka ganga út á. Þetta gengur allt út á það að kyrra hugan. Og Jesús talaði það, við höfum að fara inn í, þegar við biðjum, þá förum við inn í hjartað. Við förum inn í, hann orðar þetta vísu þannig, við förum inn í herbergi okkar, en hann er augljóslega að meina það að við förum inn í hjartað og bara í kyrrum huga og Búdda er að tala þetta líka. Þú kallar þetta rýmisvitund og bara svona hlusta á þessa innri rödd sko. En það sem er náttúrulega í nútímanum og kannski alltaf í heiminum að við erum að hlusta á raddir annara og við erum að fylgja þeim eitthvað og það endar oft bara með einhverjum að við lendum á einhverju stað sem við viljum ekki vera á. Við erum alltaf hrædd við þögnina líka sko. Þögnin er alveg bara óþægileg. Ég segi við krakkana mína því að ég bjó í 1 ár í Bandaríkjunum, þegar við erum í útlöndum eða vorum í útlöndum, að gerum ekki mikið af því þessi misserinn. Þá segir stundum við krakkana mína heyrðu, takk ég eftir þessu, þetta eru greinilega Bandaríkjamenn. Og þau segja, af hverju segir það? Það segja að ég segi að því að Bandaríkjamenn, þeir eru kallaði sko, ég man ekki, þeir eru kallaði sko the talking nation eða eitthvað svoleiðis, þeir þola ekki þögnin. Nei, tala nú það er bara endalaust, það er bara svo það er svo vast flaumur bara sitja og maður hlustar og það er bara endalaust blaður. Við erum dálítið að verða þarna líka en bara þögnin, pæliði hvað þögnin er í rauninu ótrúlega merkileg og því að þið eru í þessum bransa ég muni eftir Jónasi útvarpsmanni Jónas, hann var með útvarpsþátt í Ríkisútvarpinu í áratugi og hann tók svona fólk á eintal og þetta hétu kvöldgestir Jónasar og hann var snillingur, hann Jónas veit ekki snildin hans fólst í hann leiði þögninni bara að hanga sko. Hann sturði og fólk var að hugsa og hann sagði ekki neitt og þetta var svo gott útvarp og það bara samaskiljiði þið sitið með gamalli ykkar á elliheimilinu og þurfi ekki að segja neitt en bara þögnin er svo dýrmætt og það býr svo margt fallegt í þögnin. Hún gefur svo mikla dýft í boðskapin sko. Engin spurning. Herðu, þú sko við varum að færa okkur yfir í ég bara núna COVID-anskotan. Já, við byrjum á allavega samtökin. Frelsi og ábyrgð. Já, þú ert lögmaður samtakana. Já, ég er lögmaður þessar ágættu samtaka og hvað standaðu fyrir þessi samtök? Já, sko ég myndi bara lýsa því með 2 orðum. Þau standa, ég gæti notað orðið frelsi og ábyrgð. Það er út af fyrir sig bara góð lýsing. En ég myndi núna frekar nota hugtakið, ég myndi segja frelsi og mannréttindi. Þetta snýst í kjarnanum þetta tvennt, myndi ég segja. En þess að það er ekki að tala um frelsi nema ábyrgðin fylgir með. En mér finnst að snúast það tvennt og það sem er svo fallegt við þetta er að þetta sameinar þarna er bara hópur fólks úr öllum stjórnmálaflokkum, úr öllum stéttum, má segja nema að mér sýnist reyndar að borgarastéttin svona þessir sko, hvað ég segja sérfræðingar og þeir eru og launamenn eru svolítið svona ósýnilegir og fjarverandi, þeir vilja ekki blanda sér einhvern veginn í svona vilja vera hlutlausir, vilja vera á kantinum og eru kannski að vona allt fari vel en vilja þora ekki að taka afstöðu og svona vilja ekki vera sýnileg en það sem er sko fallegt við þetta er að
Sko, þannig erum við með rosalega breiða flóru, kalla konur, alls konar, allan aldur. Ég var á einhverju fundi þarna daginn og þá var ungu maður bara 17 ára búinn að stofna ungmennadeild í þessu samtökum og þannig eldra fólk og þannig innflytjendur og atvinnurekendur og hinna vinnandi stéttir, ég meina fólk sem eru vinn í eldhúsum og rafvirkjar og alls konar fólk sko. Já. En þetta sem sagt tengt takmörkunum og þetta tengt bólusetningum. Já, ég held að það sem að þetta fólk á sameiginlegt að það sér hvernig verið að þrengja í raun og veru í smáum skrefum en samt ótrúlega hratt að það verið að þrengja að borgarlegu frelsi og svona ýmsum atriðum sem að við höfum í rauninni tekið svona sem sjálfgefnum og þegar við vorum þarna í HR í laganáminu sko og ég að tala við ykkur nefendur bara tjáningafrelsi og fólk kannski var ekkit og ég var kannski sjálfur ekkit óbúslega upptekin að þessum að tók þessu kannski sem einhverjum svona sjálfsögðum hlut við vorum komin á okkur stað þar sem þetta yrði ekki tekið en svo sjáum við bara það eru ofbúslega skrýtni hlutir í gangi í formi bara ritskoðunar í formi ritstýringar skert tjáningafrelsis stóra fjölmiðla samstöpur sem eru raunverulega bara útiloka fólk frá því að fá að leyfa röddir að heyrast og hvernig svona samþjöppun á fjölmiðlamarkaði og hvernig það í rauninni getur gerst að Ástralía til dæmis komin bara á einhvern skelfilegan stað og Austurríki, ég bjó í Austurríki heilt ár, komið á einhvern svona stað þar sem að raunverulega verið að svifta stóran hluta þjóðarinnar, borgaralegu réttindum á að fara að læsa þeim á heimilum sínum meina þeim aðgengi að ýmsum viðburðum og við vitum ekki hvað þetta endar en við höfum vissulega söguleg dæmi hvað þetta gæti endað og í nafni lýðheilsu allt í nafni lýðheilsu sko undir einhverju svona umhyggju grímu en bara þetta geti gerst svo sko þetta gerir svo hratt að ég held að menn átti sig ekki margir á þessu og þetta gerist í rauninni á vakt þar sem að allir þessi fjölmiðlar eru að senda út og daginn inn 24 stundur og sólarhring 7 daga vikunar en enginn hefur sagt neitt það má segja að enginn fjölmiðl hefur rauninni sagt neitt ég vil taka sérstaklega fram og ég hef alltaf verið var alltaf mjög hlynntur ríkisútvarpinu og taldi að þeir hefðu mikilvæg hlutur ekki gegna íslenskri tungu og menningu og svo framvegis RÚV en síðan bara horfum maður upp á þetta og maður lítur tilbaka hvað hefur þessi fjölmiðl með þessar 5.000 milljónir gert í rauninni til þess að verja undirstöður samfélags ég ekki að grínast þegar ég segja undirstöður borgarlega samfélags eru frelsi borgarana til þess að fá að haga sínum eigin orðum eins og þau vilja móta sér skoðanir halda fundi og svo framvegis og býtu það engin umræða ég meina það bara það hefur gerst ekki þar og í rauninni ok, hvað er þetta 365 og maður getur kannski skilið það þetta er í einkaeigu og NBC og CNN þetta allt svona í eigu stórfyrirtækja maður getur kannski skilið það sem ég skil ekki að ríkisfjölmiðlar eins og RÚV og BBC í Bretlandi sem að traust á BBC bara rapa, ég veit ekki hvert ég held að síðast í gáð 50% Breta sem að vantreystir BBC bara út af því að það opinberaðist til dæmis í Brexit að það var verið að bara delía svo margt það var svo augljós slagsíða á fréttaflutning en nú segist ekki skilja þetta en ertu ekki með hugmyndir það samt sem áður hvað býr hann að baki bráðabera niðurstaða mín í leitminni að svörum við þessu kannski svo að ég kem aftur að þessum við vorum að tala áðan með Milgram og þessa valdhlíðinni og það svo merkilegt að ég er ofta að tala við fólk sem segir
ég að tala við embættismenn og ég að segja, heyrðu, þú þarft að fara að vakna, þú ert í mikilvægu hlutverki hérna sem embættismenn og launum hjá skattborgurum þessa lands og í því felst að þú ekki bara hefur ákveðið réttindi, þú hefur líka ákveðna skyldur og þú berða ákveðna ábyrgð og ég ætlast til þess eins og borgaralandsins að þú sjáir hvað að gerast og hafir orð á því og stýr á bremsuna svo miklu leyti sem þú getur og þá segir fólk og þetta svona varnarviðbrögð, ég sé enga hættu eða þetta bara bráðabirgða ástand en síðan kemur oft þá einhver svona frasa á eftir þú að passa að vera ekki í vondum félagskap og þá segir ég við sjálfa mig upp á að missa ekki trúveruleika eða já sko, ég held að því að við vorum að tala um þetta áðan sko að við hlustum ekki á okkar eigin rödd og við endum þá að hlusta á einhver aðra að þá verður þetta, þá fyrir þetta snúast upp í það að fólk fyrir að velja hvaða hópið það vill tilheyra við erum það og við munum alveg, við vorum í Gaggó að það var ákveðin hópur það sem að, þú veist, töffararnir voru og við vildum vera þar, það voru flótti gæjar og svo var einhverju nördar og við vildum ekki vera þar og svo heldur þetta bara áfram út í lífum, maður heldur að fólk sko losni undan þessari hjarðhugsun og hjarðhegðun en svo áttar maður sig á því og ég orðinn 50 að það fullt af fólki þarna ennþá það skilgreinir sig út frá hópnum alveg eins og í Milgram-rannsókninni þegar þú ert með valdamann í hvítaslopnum sem segir þér að þú að gera eitthvað að þá tilraunadýrin ef maður orðað þannig kannski að hugsa já, hann með svo mikið völd og ég var eiginlega búin að lofa honum ég ætla að vera með því svo já, ég ætla bara að vera góður hérna núna og bara spila með þannig ég hugsa, ok, getur það verið allt þetta fullorðna fólk sem á að heita svona rosalega vel menntað og á fínu launum og svona í öruggu ríkistarfi að það bara segi ég ætla að spila með valdinu af því að ég vil vera í skjólinu en pæliði bara í þessu eins og ég var að segja við einhvern daginn að það að vera öruggur annars vegar og það að vera hugrakkur hins vegar og tala með sinni eigin röddu falskt öryggi sko já, þetta falskt öryggi nefnilega þegar þú ferð að spila með einhverjum öðrum þú svíkur sjálfa þig ég meina ok, við skulum gefa okkur að margir svo sem geti af heilum hug verið með valdinu og bara trúi á þetta en það eru aðrir sem svíkja sjálfa sig og neita hlusta á innsæði sitt og þess að rödd sem við vorum að tala um á hann og þetta eru algjör sko bara svik sem að valda því að fólk getur væntanlega ekki hort almennilega í speilin en lífi krefur okkur það að fara út fyrir hennar þægindaramma ef við ætlum að vera sannar manneskjur var eins og ég var að útskýra fyrir einhverjum, þú veist, litli strákurinn sem kemur heim á fótboltaæfingu og segir heyrðu, mamma, ég var rosalega ánægður í dag, ég fekk fótboltabúningi minn og þetta var svo gaman og við að sparka bolta og eitthvað og svo kemur hann heim næsta dag og er grenjandi og hann segir, heyrðu, já og svo voru strákarnir bara sparkandi mig niður í dag og ég er bara með sárið á hnénu og það blæðir úr nefin á mér og þú veist, og hvað var mamman að segja? Hún að segja við hann, heyrðu, ok, vertu bara heima hjá mér og við getum tekið myndir að þér í fótboltabúningnum og mátt standa fyrir fram að speilin allan daginn í takaskónum eða viltu vera þarna úti á leikvellinum með strákunum og láta sparki og vera alvöru fótboltamaður þetta er bara spurning það, ætlar að vera gerfimanneskja á þetta alltaf að vera gerfi þú ert í einhverju hlutverki sem einhver framkvæmdastjóri einhverja nefndar eða þingmaður eða ráðherra eða hvað þú ert að þykjast vera þetta er sýndaveruleiki og þú veist, reynir að telja sjálfur og öllum öðrum trúum og sért eitthvað merkilegu pappír sem kemur bara ljós að þegar að hérna til kastana kemur og það er bara allt í einu áttur á því að þetta er ekkert bara svona sjó þú veist, þú ert ekkert bara í fína fótboltabúningnum fyrir fram að markið, fyrir fram að speilin eða þú ert ekkert bara svona eiginlega fín persóna í einhverju nefndarhlutverki að það fylgir þessu mögulega bara einhver ábyrgð heyrðu, viltu þá bara ekki axla hana eða ætlar að flýja hana, ok, þú ætlar að flýja hana veistu hvað þú ert þá viltu vita það? Pappakall já, er það ekki, þú ert bara pappakassi þú ert bara gerfi og ef þú ætlar að vera gerfi persóna ef þú ætlar bara að vera gerfi í hlutverki samt ekki að leika hlutverki pæli í því þú tekur að þér eitthvað hlutverk sem bara segjum maður, ég fæði bara blóðþrýsting en er ekki bara erfitt fyrir fólk að taka afstöð? Nei, það er ekki erfitt ég ætla bara að fá að klára þetta sko, ef þú tekur að þér eitthvað hlutverk
og þú þiggur laun fyrir það, þá hlýtur að felast meira í því heldur en bara fara í fínu fötuðina á mótnana, fara á fínu fundina og brosa framan í annað fólk. Ef þú ætlar að vera leikari og að vera alvöru leikari, þá þýðir það að þú þarft að leggja mikið á þig, þú þarft að grenja og getur verið reiður, þú þarft að vera í slagsmálum og þú þarft að fara alla leið í þessu vegna þess að aðru þessu nærðu aldrei að snerta hjartu þeirra sem er að fylgjast með þér. Og ég í alvörunni er bara komin á þann stað í lífinu. Ég held að þetta sem við erum í hérna núna strákar er bara leikrit. Það sem við erum hérna í er bara leikrit og það er verið að horfa á okkur, það er raunverulega að vera að horfa á okkur. Bara trúmannsjó. Já, og síðan þegar þessu lokið, þá förum við bara yfir hérna móðuna og það er eitthvað sem býður eftir okkur og segir þetta var ekki gott, eða þarna ástu góður, þarna ástu lélur, þarna ástu sannur, þarna ástu falskur, skilurðu? Þetta krefst hugur ekki smaður. Já, en vissulega, en svo spyr þú hérna, hvernig orðaður það erfitt? Nei, bara út frá þekkingu bara vitsmunum og öðru. Já. Að taka afstöðu. Margir kjósa að vera í afstöðu leysi, nú getur kannski kallað afstöðu leysi. Já. Þú er ekki að taka afstöðu með eða móti eða hvað sem að þýðir, sko. Já. Og ég get alveg skilið það er rosalega erfitt. Þú hlustar á yfirvaldið sem að þú hefur, sem þú trúir að gera alltaf rétt og viljiði vel og svo koma þessar raddir á móti, skilur, sem er rétt á sér. Já. Hvernig ætlar venjulegt fólk bara að taka afstöðu? Já, sko, ég bara, veistu það, ég er alltaf að segja það sama. Ég sem sagt hef svo mikla trú á venjulegu fólki og að því að það er svo margt í nútímanum sem minnir á 1984 að Orwell hafði mikla trú á venjulegu fólki. Það segir bara heilbrigð skynsemi, ef hún á einhver staðar eftir að lifa, þá er það meðal venjulegs fólks. Ekki hjá einhverjum mentamönnum eða embættismönnum, heldur hjá fólkinu á götunni. Og ég vil trúa því og ég hef svo mörg dæmi um það að venjulegt fólk, jafnvel þú að hafa ekki fengið neina menntun eða gengið í skóla, þetta er bara vitrasta fólk sem ég hitti. Vitið þið, af því að það er tengt sjálfum sér. Það er ekki bara lesa hérna í huganum að einhverju handriti sem einhverju aðrir hafa skrifað. Og ég veit að ég er eiga alvöru samtal við þetta fólk. Sko, eitt hérna, sko, varandi fjölmiðla. Sko, þú talar að í því samhengi þá sé kannski einhverja svona hjarðhegðun að ræða og svo framvegis, en hvað með hagsmunaaflið? Já, eða segjum sér svo, trúir því að það sé mögulega hagsmunaafl bak við þessa deilingu og upplýsingum, þessa svokölluðu fjölmiðla? Er þetta ekki ástæðan? Já, sko, liggur það ekki bara fyrir ef maður flettir upp sko eigenda lista bara stóru fjölmiðla samsteypana í heiminum. Samsteypur og svo ertu með frétta veitur. Vissulega, og svo ertu með Facebook og Twitter og allt þetta. Þá kemur bara fram að þeir eru, ég sé ekki, stærstu hluthafarnir sem eiga bara meiri hluta á þessum félögum eru örfáir. Og svo ekkert á móti. Ég var að skoða síðun á Facebook þar sem að frá samtökum að vera að deila upplýsingum og ræða málin bara á vinarlínótunum. Já. Og þá kemur svona viðvörun frá Facebook. Já. Ertu vissum að þú vilji vera hér eða eitthvað svoleiðis, sko? Já. Það er hvað svona COVID viðvörun, sko. Þú ert komin á skuggalega slóðir. Já. Það hefði ekki fengið þetta. Mér finnst þetta, poppaði bara yfir hálfa skáin á mig. Þetta jú, þetta er einhvers staðar, ég sé svona tilkynningar. Mér finnst það rosalegt. Ég er bara bráð þegar ég sá þetta, sko. Já, þetta er svo bráð. Mér finnst bara svo sorglegt, sko, að vera stattur á þeim stað einhvern veginn, þar sem maður er að treysta mikið á upplýsingar til þess að geta einhvern veginn fylgst með. Já. Og ég get ekki treyst neinum upplýsingum. Akkurat. Og svo kemur einn miðill sem ég ætla ekki að nafngreina hérna í senuna daginn. Og hann er rakkaður niður, sko, því að hann er að tala á móti straumnum, sko. Já. Bara blogg og bara þetta og bara hitt og ég deildi af þessu miðli einni grein daginn sem ekki einu sinni var skrifuð af þessari einni eða tvemmu manneskjum sem er að vinna við henni miðl, heldur af einhverjum erlendum penna, bara þýtt grein sem mér fannst áhugaverð. Já. Og ég var bara að fá engaskilaboð frá fólki. Já, bara, er ekki í lagi með þig? Ertu fann að leggjast núna svona látt? Fattar þú hvað við? Já, ég skilði þetta alveg. Og ég þarf ekki eins og að vera að nafngreina hvaða miðl við erum að tala um. Nei. En mér finnst þetta alveg ótrúlega sorglegt. Já, en veistu, það sem að ég hugsaði þegar ég
af því að ég er búin að vera að fylgjast með þessi í dálítið langan tíma. Sko, við þekkjum söguna af því þegar að fólk í rauninni í svona trúar bragða ofsóknum þurft að flýja Evrópu. Svona á ýmsi trúasöfnuði sem að flúðu sko meginland Evrópu og fóru til Bandaríkjanna. Og það var þá sko fólk sem að svona vildi hafa sína túlkun á ritningunni, las ritninguna og sagði þetta er það sem að þetta er okkar skilningur. Þá var aðrir sem segja, já sko, sjá til, þetta er bara dálítið hættulegt vegna þess að við erum með sérstaka stétt, það eru kennimenn og það eru einu mennirnir sem geta í rauninni lesið textan rétt og einu mennirnir sem að í rauninni hafa túlkunarvald. Og þetta var rosalega mikil barátta og fólk í raun og veru fór þarna yfir, fólk stofnaði fylki eða ríki í Bandaríkjunum sem síðan þetta voru sjálfstæð ríki náttúrulega eins og við þekkjum, Rhode Island og Virginíu fylki og allt þetta. En allt snerist þetta það að fólk gæti átt frjálst samtal, lesi textan sjálft, dregið í ályktanir og ekki vera ofurselt einhver kennivaldi. Svo líða aldirnar og allt í einu eru komnir upp nýjir prestar, notabene í heimi sem að er svona afhelgaður efnishyggju heimur sem að í hinu orðinu segir að það er ekki til neitt sem heitir sko Guð. Við viljum samt fá að vera prestar og við viljum fá að vera þeir einu sem að fá matreið ofan í ykkur sannleikan. Veist, þetta er bara svo... Meira segja ríkisreknir fjölmiðlar. Já, og þetta er svo, hvað er þetta? Hvert erum við komin? Þetta er mjög sorglegt. Þú veist, er ekki, ég meina það, er ekki það hættulegast af öllu, bara í heiminum? Er það ekki sko hugmyndafræði sem að íklæðist búningi trúabragða? Pælið í því að komarnir í Rússlandi, allir þessi marxistar og leninistar og síðar nasistarnir sem að koma upp sem viðbragð við þessu, báðar þessar bæði þessu öfl hötuðust við til dæmis kirkjuna og bara lögðu sem fram að loka og banna allt sem hét trúarlegt líf fólks og andlegt líf fólks, bara átt að klippa á það en í staðinn, að því að það var alltaf að tala um að trúarbröðin veri ópíum fólksins nýja ópíumið hins vegar í Rússlandi og reyndar ópíumið í Þýskalandi líka, það var hugmyndafræðin, pæliði því og æðsta átrúnaðargoðið í þá Sovétríkjum Stalins var Stalin og æðsta átrúnaðargoðið í Þýskalandi var Hitler og engin tvö ríki bara í veraldarsögunni hafa leitt meiri fjöldamorð, pyntingar og mannfyrirlitningu yfir mannkynið heldur en raunin þessi þessar alræðis kúunar og helstefnur sem voru guðlaus trúabröð. Það sem að hugmyndafræðin er orðin að einhverju ritningu og það sem að einhverjir menn, einhverjir kennimenn sem að tilheyra einhverju sem að héti í Rússlandi sem sagt nomenklatúra. Þú ert í klíkunni, takk eftir þessu út frá því sem við vorum að tala um áðan. Þú ert sem sagt í klíkunni, þá færð þú að fara mögulega með kennivald, þú færð skrifstofu, þú færð laun og kannski bíl eða úr rosalega góður og þið fjölskyldan fá kannski gúmístígvél þegar aðrir fá bara einhverja stregaskó og svona. Þú munt verða hamingjusamur. Og þú munt verða hamingjusamur. En pældu í, á hinni, en leið ertu sko orðin tannhjóli í einhverju versmiðu sem bara malar og mólar og mylur fólk. Skertur innsæi, samkennd. Já, og þú ert orðin einhver þræll, einhverjar hugmyndafræði. Þú átt að, og pæliði líka sko að öll þessi kerfið sko, því í rauninni er þetta svona valda kerfi, gerir þá kröfu einmitt að við hugsum ekki. Allir er að hugsa eins. Allir er að bara taka við línunni sem kemur frá Berlín eða frá Moskvu. Og það er ekkert svigrúm fyrir einhverja sjálfstæða hugsun eða til þess að þú sem með þinn bakgrunn gerir hlutina öðruvísi eða betur. Nei, það er bara ein lína sko. Erum við með einhvern alræðis herra í gangi hérna núna á jörðinni?
Ég held að alræðis herra nútíman sé í raun og veru sko einhvers konar tómhyggja, já, þá meina ég að sko það er verið að segja, því haldið stíft að okkur að líf okkar þjóni engum tilgangi nema einhverju svona skamtíma nautnum og það því að græða og njóta og koma sér áfram og tróða jafnvel á öðrum eins og þörf sko og þannig að þjóðfélagi þá leysist upp sko. Hver græður á þessu? Já sko það sem græða á þessu eru augljóslega sko alþjóðleg svona sko stórfyrirtæki en þau ég vil taka fram, það er ekkert nýtt sko, þetta er eldgamalt munstur sko og þegar við sáum til dæmis bara, þetta er bara munstur sem við bara þekkjum öllum saman. Þetta er píramídamunstur? Já sko, já það gæti verið en ég bara vilja vekja athygli ykkar á þessu af því ég er ekkert langt síðan ég áttaði mig á þessu sjálfur að þegar að hérna sko Róm féll hérna 430 eitthvað, bara féll Rómaveldi og það er alltaf að tala um að barbarnir hafi komið inn og þetta hefur auðvitað verið bara alveg skelvingar ástand býst ég við í heimsveldinu Róm, ég meina alltaf hrynja og kveikt í öllu og öllu stólið og eitthvað fólk hérna sem að bara engin veit hvert er og kemur bara utan úr skóunum og ofan að heiðunum og allt þetta. Tómtu vesen og menningin raunir hrynur nema þarna til Benedikt, heilagur Benedikt hann segir bara ok, herru við ætlum að bjarga þessi bjarga verður, stofna klaustur og menn eru þar saman í svona ákveðinu svona andlegu lífi og að verja svona ákveðin menningararf og halda svona kyndlinum á lofti en menn áttu sko draumum það að Rómaveldi yrði endurist svo kemur Karlamagnús fram í Þýskalandi ég held að vera í Þýskalandi hann var allavega franki þetta er eitthvað svona germanskur þjóðflokkur og hérna svo þegar hann deyr hann átti veldi sem að tegði sig hérna stóran hluta Evrópu þegar hann deyr sko 814 og allt liðast í sundur þá rauninni 8 menn sjá því að Róm verður ekki endurist og þá gerist nefnilega þetta aldrei merkilegur hlutur sko, sem að við sjáum kannski mögulega að vera að speglast bara á okkar tímum og öllum fyrri tímum er að sko það verður til svona eitthvað lénsveldi sem tegis út alla Evrópu og það eru þúsundir bara smákonga og baróna og alls konar jarla og hvað þetta hét allt saman Þetta eru viðskiptamenn dagsins í dag Já, í raun og veru sko og þeir eru þá að því þjónustu sko afla sko einhvers konar það eru fjármagnsflutningar og vöruviðskipti og allt þetta Þú sér þetta þegar þú fyrir að skoða eignarhald í rauninni þessara stóru fyrirtæki, ekki rétt? Já, og svo merkilegt bara svo ég gleymi því ekki að síðan svo heldur þetta bara áfram og við erum komin hérna inn í 21. öldina en smákongarnir eru ennþá til og embættismennirnir hjá smákongunum eru ennþá til og þeir eru allir að reyna að bjarga sér þeir eru allir bara þessu fólki það skiptir ekki svo miklu máli einhverjar æðri hugsjónir af því að ég var að tala um tómhyggjuna sko æðri hugsjónir skipta ekki lengur máli þetta snýst þá bara um það og það er höfða mikið til þess að þessu fólki að þau bjargi sér þau lendi standandi þau séu á einhverjum tröppugangi inn í einhverju valdastruktúr sko, mögulega inn í einhverju svona stærri píramíta sko og þá það sem gerist því að við vorum að tala um samtökin Frelsi og ábyrgð að ég held nefnilega að þetta er nú bara kenning, ég hef ekki búin að hugsa til þess enda en sko þú ert með í rauninni fólki svona á bara planinu sem heldur þjóðfélaginu gangandi hérna píparana og smiðina og handverksfólkið og allt þetta fólk sem er bara svo nauðsynlegt síðan ertu með fólki sem að í rauninni á fyrirtækin og erum að tala um lítil og kannski meðalstór fyrirtæki sem er líka rosalega mikilvægt mér sýnist þau vera vöknuð í árið 2021 þetta fólk en síðan ertu með sko embættismennina og þú ert með launamennina og þeir eru nefnilega ekki sjáanlegir í þessum samtökum sem ég var að segja ykkur frá vegna þess að hollusta þeirra býr ekkit endilega hún er ekkit endilega sko gagvart einhverju sem við getum kalla bara svona hvað ég maður að segja bara einhverju sem við getum kalla bara sannleikur
Hollustæðir ekkit endilega gagvart einhverju sem við getum kallað sakleysi. Hollustæðir ekkit endilega gagvart einhverju sem við getum kallað almannaheill. Hún bara í rauninni, þetta tómhyggju heimur, þessum þetta snýst bara að olboða sig áfram. Og þetta samt fólki sem við erum með skattpeningum okkar að mennta og búa til störf fyrir. Þetta er síkópatar. Þetta einhvers konar siðrof. Þetta einhvers konar siðrof sem þarna er átt sér staðin en á sama tíma alveg það fólk óbúslega blind á oft sína eigin stöðu og ímyndi sér að það sé að gera ofsalega gott. Þetta yfirleitt fólk sem ofsalega bara svona, þetta góða fólkið. Það ofsalega gott og velmeinandi en rammi nær kannski ekki mikið út fyrir bara það sjálft og mögulega þeirra fjölskyldu en síðan hollustan nefnilega, ef maður fer að skoða það, þá hollustan ekkit endilega við nærsamfélagið, heldur við kollegana sem eru þá jafnvel í öðrum löndum og þá birtist aftur þetta gamla lénskerfi. Þetta fólkið sem að þú hugsar, ég á svo mikið sameiginlegt með honum François eða henni Marie sem að ég hitti á fína embættismannafundunum í Brussel eða hvar það var í fyrra. Hvernig sjáðu fyrir sér að samfélagið bara gangi? Áframhaldandi takmörkunum annað varandi bara rekstur ríkisins og allt þetta. Þau leið ekki hugan að því. Stinga hausnum bara í sandinn. Ég held að þetta sé afneitun og ef þú segir af hverju afneitar þessu, þá afneitaðu þau því að þau sé að afneita því. Það er volið auðvelt að þú ert með áskrift af launum eða bara með laun að tjekka. Nú er ég í rekstri sjálfur og í ferðaþjónustu þannig að ég þekki þetta ágætlega hvernig þetta er búið að vera. En ef þú ert öruggur með launatjekkan þá er volið auðvelt bara að humma þetta af sér. En hvernig gengur þetta ástand? Nú fyrir kannski við tölum að þessum tapmarkanir. Nú einhverja tapmarkanir settar í nafni sóttvarna og það eitthvað minnisblað og heilbrigðisráðherra segir eitthvað og þú mátt vera ræktina eða þú mátt ekki vera ræktina og svo framvegis. Á hvaða grundvelli og eru þessar reglur setta fram? Stenst þetta skoðun? Ég held að meðan við viljum trúa því að við búum í frjálsu samfélagi þá eru verulegar skorður á því hvað hægt að ganga langt gagnvart fólki í þessum efnum. Sonur minn var að segja mér áðan að nú bannað að hlæja í Norður-Kóreu næstu 2 vikurnar. Já, ég hef verið þar, það er mikið stuð. Það var ekki mikið hlegið þegar ég var þar en allt í lagi. En það er komin einhver tilskipun núna. Já, ég sá það. Svo einhver frétt í Mokkanum núna sem ég sá og var í fyndin og var ekki sorgleg, einhver svona lögreglumaður sem segir fyrirsögnin það var verið að dansa, það þurfti að stoppa það. Og þá lögreglan upptekin við það sem sagt núna þessa dagana að fara á skemmtistæðina og stoppa það ef fólk bara voga sér að standa upp og dansa eða jafnvel standa upp og sækja sér drykk eða eitthvað svoleiðis. Það er bara bannað. Þannig að maður hélt bara, maður las svona jörfagleðina og eitthvað svona eftir siðaskiptin að maður hugsaði bara, hvað þetta hefur verið mikið brjálæði, þetta er bara hýsa öllu sem hét bara svona mannlegt eðli og allt einhver svona réttrúnaður og allir átt að dansa eftir því sem einhverjir æðstu prestar sögðu. Við erum komin á hvað mögulega aftur. Ég bara að segja þegar að ríkið, því þú spyr svona, þegar að ríkið farið að teygja sig inn í rauninni þess sem á að heita persónulegt líf okkar og persónulegt bara, hvað er maður að kalla þetta, bara friðhelgi einkalífsins. Þegar það farið að fyrirskipa hvað við megum segja, hvað við megum hugsa liggur við, hvert við megum fara, hvort við megum hittast og funda, hvort við megum yrka trú okkar án leyfis frá hinu opinbera, þá erum við að stíga dans sem að við í rauninni hvað á ég að kalla bara einhvern svona, við erum með hendurnar á okkur eru bara í einhverjum járnhnefa sem við finnum að herðist að hendina á okkur smá saman. En nú ef að til dæmis eigendur kráa og skemmtist á annað, bara dæmi sem sagt vettvang sem að hefur hallað verulega á í COVID, ef að þeir myndu leita rétta síns, hvernig heldur þú að það myndi fara? Hvernig það skoða? Það var áhugavert vegna þess að þegar Kalli Snæ, doktor Kalli, fór í sitt mál og reyndi að fá
svona það fram að það hefur verið brotið á honum og honum hefur verið mismunað sem óbólusettum einstaklingi, þá fór í rauninni dómstólarnir aldrei niður á svona þann grundvöll að ræða efnislega það á hverju þessar reglur eru byggðar. Ég ætla bara að fá að segja það hér, þó ég sé lögmaður og fyrirverandi dómari, þá fannst mér þessar afgreiðslur héraðsdóms og Landsréttar ótrúlega lélegar, vegna þess að í rauninni er ekki farin niður á grunninn og það er ekki verið að reynt að slá neitt á puttana á framkvæmdarvaldinu, heldur bara sagt eins og það sé bara sjálfsagt að þessi handhafi framkvæmdarvaldsins sem sóttvarnalæknir hafi bara að vera játónum vítt sveigrum og í mínum huga þetta bara þannig að þannig eru dómstólarnir að bregðast hlutverki sínu en þess að þeirra hlutverki vissulega að tempra eftir fremsta megni þá valdbeitingu sem að mögulega fer fram úr því sem að lögmætt ef að þessir ágætumenn sem að reka hér fyrirtæki í bænum myndu reyna að fara í mál og láta á þetta reyna að þá mögulega í slíku máli segjum að það eru rekið í formi skaðabótamáls þá væri í það minnsta hægt að tefla fram málsástæðum þar sem að dómurinn er í krafin úrlausn á þessu okay? Og ég ætla að segja það þá bætaði við að í máli Kallasnæja var vissulega verið að reka málið í þröngum tímarama og kannski er ég ósangjart þegar ég segja að það eru lélegar afgreiðslur en samt ég samt að segja að það ristu ekki mjög djúpt í skaðabótamálinu væri hægt að fara miklu dýpra og krefja dómstólana efnislegar úrlausnir þar sem farið væri niður á grunninn. Það sem ég hef áhyggjur af er það að svona mál tæki marga mánuði í rekstri. Ég meina hefur fjárhagslegt bolmagn í þetta ferli? Alveg rétt. Það er ekki víst að menn hafi fjárhagslegt bolmagn en það er nefnilega heldur ekki víst að fólk hafi tíma til að reka svona mál en þess að þegar að málið væri komið á endastöð meðan við tempóið sem við erum á þá getur bara verið runnir upp bara einhverjir allt aðri tímar í samskiptum ríkis og borgara þannig að þetta sé allt í einu bara orðið léttvægt. Ég held að menn þurfi bara átt að segja á því menn láta þetta bara slæta og ef við höldum áfram að láta þetta slæta eins og skáldið sagði, ég var ekki Prins Pólo slæta, að þá vitum við ekkit hvert í ósköpunum við verðum komin eftir 2 ár hérna frá. Hvað er þá til ráðs? Eins og til dæmis með þessar skorður sem atvinnustar sem eru settar það er bara ein hlið á teiningnum ég segi alltaf getur fólk leyft sér að vera bara ég reynda að segja Prins Pólo stórkostlegur listamaður, ég er mikið álita á honum en getum við verið bara Prins Pólo og látið þetta bara slæta verðum við ekki bara að fara að vera að sína hérna ákveðu svona borgarlegt viðnám verður ekki bara venjulegt fólk að fara að segja við valdhafa þessa lands þetta er komið gott við viljum að landinu sé stýrt hér til almannaheilla í því felst að við verðum væntanlega að horfa á eitthvað fleira heldur en bara þessa veiru og hún er hættulega ákveðnum þjóðfélagshópum hún er ekki hættulega börnum við skulum bara alveg segja það bara alveg eins og það er þeir vilja nú meina annað Þórólfur vil meina annað hann var með færslu 13. desember þar sem hann alveg gýraði upp ótta og óöryggi meðal þeirra sem lásu þetta hins vegar fóru með rangt mál hann fer með fleipur og ósannindi hann misles og les rangt í þær tölur sem hann vitna í þau eru bara vinnubröð sem eru raunin ekki boðleg fyrir mann í svona mikilli áhrifastöðu. En af hverju heldur hann vinnunni? Það er bara mér fer að verða það bara hulin ráðgáta en ég vil segja nú heyrði ég talaði með morgun að hann væri fremsti sóttvarnalæknir Evrópu það var sagt hvað er það bara sagt í hita leiksins? Það virðist vera alveg einhver svona að læknastéttin á Íslandi sé alveg einhvern háð sé þjökuð að einhverju meðvirkni í garð Þóróls og það má enginn segja neitt ljótt Þórólf og þetta er vafalaust bara ágætur maður hann er náttúrulega bara í þessu starfi og þarf að taka ákvarðanir en sjáðu við búum í lýðræðisríki við fæðumst í lýðræðisríki og það þýðir bara það að reglurnar sem við lifum eftir eru settar af löggjafa lýðræðislega kjörnum þar sem allir þingmenn fá að standa upp og
tjá sig og verja þá eftir atvikum hagsmuni, minni hlutans, fyrirtækja eigenda, barna sem að, ég meina, fullorðins fólks sem heilsuhraust og kannski vill ekki og treystir sér raunverulega til að vera úti þáttakendur í samfélaginu og treystir í ljósi tölfræðinar á það og það fá ekki þessa veiru alvarlega og svo framvegis, en það eru runnir upp þeir tímar núna að það er í rauninni verið að stýra samfélaginu á grundvelli tilskipana. Við erum ekki að stjórna Íslandi núna út frá sko lögum. Daglegt líf hér núna stjórnast á grundvelli tilskipana sem eru settar í rauninni einhliða af einu manni. Þetta eru fordómalausi tímar. Já, algjörlega, fordæmalausir. Og svo kemur ráðherrann út úr stjórnarráðinu og spurður, hvað gerðu þið? Já, við höfum ákveðið að fylgja tilmælum sóttvarnalæknis og fylgdu þeim algjörlega og í 95% tilvika segir, já, algjörlega. Hvað verður þá að læra réttaheimildinar? Skipta það bara einhver máli eða? Góð spurning. Eða þú skilur hvað ég meina. Já, algjörlega. Þetta þýðir nefnilega. Tilskipanir voru nú ekkit rosalega ofalega hérna. Það er ekki mjög ofalega í réttar, hvað heitir þetta? Réttarheimildafræðunum, sko. Sigurður Líndal og allt þetta, sko. Já, passar. Að sko, þá er bara kannski runnur upp fyrir tímar að við lifum í rauninni okkar daglega lífi ekki á grundvelli laga, heldur á grundvelli tilskipana. Það þýðir að við erum komin inn í nýtt stjórnarfar. Og þetta er í rauninni einhliða ákveðið. Já. Og þetta er svo hættulegt og það er svo mikil freistni vandi. Jafnvel þó að Þórólfur sé bara eflaust eins og ég segi, ég ætla bara að segja einu sinni örgulega bara góðu drengur og velmeinand og svona, en að hafa einn mann með ótemprað svona vald, sérfræðivald sem að þar að auki er á einhvern hátt settur á stall af læknastjættinni og það má engin gagnrýna mannin. Þetta er sjúklegt ástand. Já, þú mátt það nema það eru afleiðingar sko. Já, af því. Nú ætlum ég að segja bara í þessari útsendingu að ég tel að Þórólfur megi bara fara að líta sko mjög alvarlega í eigin barm og ég tel ég að hann hafi honum hafa orðið á sko alvarleg mistök 13. desember sem ættu jafnvel að vera til þess að þetta íhuga að segja af sér. Hver er að vera afleiðingar núna? Hvað ætla fólk að gera við mig? Hvað gerist? Ég vil fá að vita það. Fæ ég lækna mafíuna á mig á morgun eða hvað? Verða að skrifa blaðagreinar hvað ég sé ómögulegu maður. Ég er ekki træddur við þetta. Já. En við skulum hafa eitt á hreinu. Þessi þáttur hann verður settur í loftið 10. janúar. Já. Sem að sami dagur. Það er heil eilíf í COVID. Á þessum tímum í dag, já. En þetta sá dagur sem ég heyrði frá manni sem inn í þessum málum að bólusetningar á börnum frá 5 og upp í 11 ára hefjast sko. Það er að hefjast 10. janúar. Já, ég meina ég spurði af því að sko ég var í viðtali í dag á Bylgjunni. Þar var ágætur hjartalæknir með mér og ég spurði hennan lækni, ertu tilbúin af því að þá var hann búin að tala með þetta og er svo frábært og eða hann orðaði kannski ekki þannig. Hann var mjög hlynntur bólusetningum barna, var ekki. Hann sagði það. Jú, en hann líkti þessu náttúrulega bara við sko fyrri bólusetningar allt svo, ég held að hann hafi tekið dæmi allt svo hvað mislingum. Hann gerði það og ég segi þá við hann eitthvað á þá leið, þetta eru reyndar svona efni sem að ekki hafa verið rannsókn til hlítar. Það er ekki sanngjarnt eða eðlilegt. Það er ekki hægt út frá öllu sem ég les og það er bara alls ekki hægt. Ég held að það sé bara algjör staðreynd að setja þessi nýju bóluefni sem að ég veit ekki eins og hvort það má kalla bóluefni á sama stað og bóluefni gegn mislingu sem hafa verið bara í umferð í áratugi. Nei, en hann gerir það. Já, og það liggur samt fyrir að rannsóknarferli þessara bóluefna sem nú að fara að sprauta í börnin líkur ekki 2024 eins og ég hafði lesið áður, heldur 2026. Okay. Og hvaðan koma þær upplýsingar? Já, þær koma bara beint frá Bandaríkjunum. Mér sýnist þetta bara koma frá Pfizer. Já. Og gott og vel. Við skulum segja að þessu ferli sé ekki lokið samt og samt á að sprauta börnin og samt það þannig við erum að horfa á þann bara tölfræðilega ef þið farið á vef sem heitir VAERS, þetta heitir eitthvað Vaccine Adverse Reporting System í Bandaríkjunum. VAERS að bara tilvikum og bara ég hvet alla sem horfa á þetta til að
bara tekka á þessu grunnur sem að heldur utanum tilkynningar út af aukaverkunum vegna bóluefna Vaccine Adverse Reaction Reporting System. Þá sjáum við á fyrri árum, bara ef við förum með einhver ár aftur í tíman, þá bara svona rauð súla fyrir hvert ár sem tiltölulega bara svona lág. Þetta eitthvað svona kannski 200 og eitthvað tilvik á ári. Ok, hvað gerist? Núna árið 2021 eftir að byrja að sprauta fólk með þessum efnum. Það sem gerist að súlan fyrir árið, hún ríkur upp úr öllu valdi, síðast í gáði, að því að ekki tíma til að segja þetta í útvarpinu í dag, benda á þetta, hún komin yfir 13.000 tilkynningar fyrir hjarta og gollurhúsbólgur bara í Bandaríkjunum og í langflestum tilvikum þetta ungir menn. Karlmenn. Já. Og þetta eiginlega bara þannig staðreind að hún öskrar á mann og í því ljósi finnst mér að bara vera, ég segi bara horfa þetta á þessu lögfræðingur. Ég hafði ekki tíma til að segja þetta í útvarpinu heldur og alltaf vera að gjamma og taka fram fyrir mér. Í mínum huga að læknar vaði fram með efni sem að vitað að eru ennþá í tilraunaferli og geta haft svona alvarlegar afleiðingar fyrir ungt fólk. Í mínum huga þetta bara á lélegri íslensku bara mögulega stærsta malpraktismál sem að við munum sjá á okkar æviskeiði. Og með malpraktis á ég við það að læknar sýni af sér vítavert gáleysi í störfum. En eru þeir ekki bara að vinna eftir sinni bestu sannfæringu eða skilur bara sem hvernig getur maður hort á svona tölfræði? Nú skilur maður ekki, ég ekki Já, því svo þegar læknarnir eru spurðir þá kemur rosalega oft þessi setning við teljum að svo sé ekki og það ekkert að finna eitthvað orsakasamhengi og við lítum svo á og annað, en svo tölfræðin í rauninni línuritið aldrei skoðað Akkurat, og þá sem það sem það raunverulega Já, þannig að hver á að njóta bara það sem hann vill sjá hver á að njóta vafans hver á að njóta vafans ég hef haldið það bara í venjulegum samfélagum þá eru það börnin öllum svona heilbrigðum samfélagum þá sameinist fólkum að verja börnin því við erum ekkert bara að tala um eitthvað svona afmarkaðan hluta barna á jörðinni við erum ekkert að tala um bara eitthvað eitt fylki eða eitt land við erum að tala um globalt við erum að tala um öll börnin Já, öll börnin. En nú ásast að fara að sprauta börn á Vesturlöndum það ekki, með þessu. Ef mér skjáttlast ekki, þá eru væntanlega samt einhverjir miljardar manna í heiminum, fullorðins fólks, sem í áhættuhópi, gamalt fólk, offitusjúklingar, sem að fá ekki þessi bóluefni. Og ég meina, það getur vel verið þessi bóluefni séu gagleg og mér sýnist að raunar geta haft einhver gagleg áhrif fyrir fólk sem í áhættuhópi. En eigum ekki bara að leyfa þeim að ganga fyrir ég hef alltaf að vera svona lógískara hver líka, ég var aðeins að bara ræða þetta við konuna mín í gær býtu, ok, við ætlum að þetta svona við lifum á svona púritanískum tímum á banna að dansa og það sagt, þú mátt ekki fara á fundi og þú mátt ekki fara á einhverja svona stóra skemmtanir en býtu, þá að hreinsa líka þá að dauðhreinsa og uppræta óvinnun úr samfélaginu og það þýðir þá núna, tekur á sig þá mynd að þá að taka börnin og sprauta þau til þess að komi vekk fyrir að óvinnurinn nái væntanlega tökum á þeim líka skiljið hver að fara ég var að pæla í þessu ég var að ræða þetta kona mína býtu, áttar þetta fólk sig ekki á því að það eru ennþá eftir einhverja 1000 milljóna manna annars staðar í heiminum sem eru ennþá ósprautaðir og eru ennþá þá í þeirri stöðu að geta þá orðið alvarlega veik eða smitað eða smitast og svo framvegis. Já, ég meina hvað erum við að tala um? Lyf kosta peninga Já, kosta peninga. Það þarf að versla lyfin Jú. Þannig að þessir hópar sem þú ert að tala um þar er bara fjárhagslegt bolmagn ekki til staðar til þess að svo hægt sé að kaupa lyfin ok, en bara pælið samt í einu líka að ef að þetta er rétt hjá þér og þá snýst þetta þá eru kannski bara peningalegir hagsmunir farnir að yfirtrompa allt sem heitir hugsalega bara heilsa og framtíð og að túlka vafan í hag barnana og allt það en þá erum við í rauninni kannski líka á þeim stað ég misti, nú tapaði því þræðinum en það var eitthvað mjög merkilegt sem ég ætlaði að segja
að sko þetta ber í rauninni, þetta ber bara, maður hélt einmitt að þessi tímar púritanismans og ofsóknana hann væri liðinn, en svo sér maður sko, þetta tekur á sig einhverja mynd bara sem að mér liggur við að kalla sturlun, einhver svona hjarðsturlun, það sem á að kasta bara öllu, sagt, bara the kitchen sink eins og englendingarnir segja, til að berjast við óvinnin. Og ef þið hafi lesið, ég var látið lesa part af þessu þegar ég var í menntaskóla, Píslasaga Jóns Magnússonar. Hafið heyrt þetta? Píslasaga Jóns Magnússonar, hann er sem sagt prestur á Galdraöld og lýsir í mjög svona kjarnyrtu máli hvernig nágrannar hans að siga á hann konar djöflum og púkum að endaði með því hann fer að klaga þess að nágrannar sína og þeir lenda hann á bálinu. Bara eru brendir af því að það á að hreinsa bara hið illa út úr heiminu. Og við erum bara svona, maður horfir á þetta núna og maður spyr sig stundum, erum við komin á eitthvað aftur? Já, til þess að gera markaðinn skilvirkari, sko. Já, til að gera markaðinn skilvirkari. Þannig að þetta snýst þá hinn æðsti herra orðin aftur bara... Það þarf að losa í rauninni það frá sem ekki skilar neinu af sér, sko. Já. Þannig að hinn æðsti herra í nútímanum kannski þá kannski, sko, hvað maður kalla þetta? Ég sagði áðan tómhyggjan. Hver herra tómhyggjunar? Þetta bara græðgi. Þetta er eflaust græðgi örfárra manna. Já. Og þessi frasi með að 1%. Já, sem er náttúrulega bara, einhver títibronshaus miðað við gímaldið. En það er þessi frasi sem við tökum mjög léttvægt að 1% eigi 99% og fólk segir bara, það er nú ekki nóg gott. En það er aðeins meir en það er ekki bara stór hættulegt og merki bara endalok, þetta er sturlun. Þetta er sturlun og pælið í líka bara svona út frá lýðræðislegu sjónarhorni hvað þetta er raunni ofboðslega hættulegt, hvað verður vonlust að halda úti einhvers konar svona tempruðu valdakerfi og halda aftur á valdhöfunum, pæli af því að lýðræðið í rauninni bara eins og við höfum rætt áður, lýðræðið miðar að því að viðhalda sko jafnvægi í samfélaginu. En ef að raunin yrði sú að bara einhverju örfáir einstaklingar eigi 90 og hvað sagður, eitthvað prósent af öllum eignum í heiminum. 1% af 99. Já, að bara, þetta er bara uppskrift að skelfilegum óförum og kúun. Ég meina, kannski er samfélagið ekki eins og þú helst það væri. Já. Kannski. Herra Truman. Algjörlega, já. En sko, en þau rök það er gott munið þegar ég er nýbúin að sjá þessa mynd þegar hann er á bátnum og hann segir bara ég er farin og hann ræðir í burtu sko svo bara klokk, hann er bara á vegnum sko. En sko, en þau rök með sem sagt aðgerum, sóttvarnaraðgerum, bólusetning og annað að það þurfa að verja spítalann. Já, sko hvað finnst þér það? Já, mér finnst það svo crazy. Spítalinn, það má ekki sko, það er x margir á gjörgæslu og svo framvegis sko, en hvenar eru þetta rök sem að réttlæta svona mikið inngrip í bæði atvinnufrelsi, friðhelgi einkalífs og svo framvegis? Að verja spítala, eitthvað sem að við skattborgarar erum að reka. Já, sko, nú er það bara þannig. Sko, ég verð að fá að svara svo eiginlega í nokkrum liðum. Í fyrsta lagi, þá blasir það við, eins og ég sagði í útvarpinu í dag, það er búið að henda milljarða ofan á þetta bál sem er sem að logar til þess að brenna burt þennan óvinn sem kórunaveiran er. Það er hraðpróf og svo. Já, hraðpróf og eru að borga styrki til fyrirtækjaeigenda og styrkir eru greiddir, svo koma með, svo er bara við skulum kalla þetta svarthól. Já, bara að kasta peningum ofan í þetta og við sjáum ekki fyrir endan á því. Á sama tíma er ekki hægt að bæta við nokkru sjúkrarúm á gjörgæslunni og þá segir hjartalæknirinn við mig í dag, já, það er ekki hægt að finna fólk sem er náttúrulega bara algjörlega crazy vegna þess að ef þú átt svona mikið pening og þú ert fjármálaráðherra eða í ríkisstjórn að þú getur rauninni haldið upp í öðru hverju fyrirtæki og annari hverju fjölskyldu
ertu að segja mér, þú getur ekki ráðið 20 hjúkrunarfræðinga? Getur ekki bara farið niður hérna á Icelandair skrifstofuna og fengið nöfn á 20-30 hjúkrunarfræðingum og sagt ég ætla að borga ykkur bara núna í nokkra mánuða því að það er erfitt ástand, þið fáið bara þú veist 20-30% betri laun en þið fáið sem flugfreyjur, málið leyst og þú veist þetta er aðgerð sem ekki kosta mikið og þetta er einn liðurinn. Á sama tíma er fullyrt að gjörgæslan sé að springa en það var nú bara þannig að ég fekk hérna skilaboð frá mannesku. Hvernig var þetta áður en COVID var? Hvað eru mörg rúm í nýtingu þá versus núna? Já, einmitt, þetta var nokkuð með þannig kannski sýnist mér að við gátum ekki mögulega staðið undir eða orðið alveg og talaði með rútuslýsi sem það var undan COVID sko. Það var allt í kaos. Heyrðu, nú er gert rosalega mikið úr því að sé allt í steik hann inni en ég fekk sem sagt, það var bara embættismadur mjög háttsettur sem sendi mér hérna skeyti meðan ég var í þessu viðtali í dag og þá er sagt, heyrir viðkomandi hjartalæknir verið að lýsa þessi svo skelfilegt ástand að þessi alveg að bugast en þá segir þessi embættismadur við mig það er einninn á gjörgæslu. Ég þarf nú eiginlega bara að ná í síma minn, getur rétt með síma minn svo að hérna ég geti bara séð hver talan er í dag, sem sagt, hvaða dagur er í dag þegar við erum að taka þetta upp? Það er 19. des. Það er 19. des í dag. Það er 19. desember og hérna ég er ekki að rjúma trúna við nokkuð einasta mann þó að ég er vissum að viðkomandi embættismaður myndi gefa mig fullt leyfi til að segja þetta að þá er bara staðan bara einfallega þessi. Hann sendi þetta eftir viðtali sem þú varst í dag. Já, hérna, ég bara sagt ykkur það. Það eru sem sagt einn á gjörgæslu. En hvernig veit hann það? Ja, þú veist, ég bara get sagt þér það, þetta er ráðherra í ríkisstjórn Íslands sem að við myndum vita það. Það er einn á gjörgæslu þegar þetta er talað. 11 til 13 á, ég veit ekki hvað þetta þýðir, en það er allavega einn á 11 á spítala og einn á gjörgæslu. Já, altså þá 11 þá á COVID-göngudild. Já, 11 til 13, einn á gjörgæslu og það er allt í steik. Ég segi bara, þetta er spurning um að forgása það, spurning um að hafa einhverja skynsemi, þetta er spurning um það að virða það að við viljum búa hérna í landi sem er frjálst og ef að það þýðir það við þurfum að setja pening í gjörgæsludeildina til þess að fólk geti bara að lifa frjálsu lífi, að þá verðum við að gera það. Er þetta eitthvað flókið? Mér finnst það ekki. Já, það hljómar allavega ekki þannig í mínum einföldu eyrum. Nei, mér er líka bara að hugsa alla þessa viðspyrnu styrki og þessa styrki og hitt og þetta sko. Herðu, mér langar aðeins að fara henni sko, þú talar þú segir þetta sjálfur hérna á hann, Guðrún Bergmann sagði það líka, hún vildi alls ekki kalla þetta bóluefni, hún talaði um tilraunalyf. Þú segir slíkt til sama hérna á hann, tilraunalyf sem að eiga sér í rauninni ósaman bær hvað var það í rauninni aðrar bólusetningar eins og mislingar sem að hjartalæknirinn tók dæmi áðan í þessu viðtali sem við hlustum á. Sko, ber ég ekki sjálfur ábyrgð sem einstaklingur á afleiðingunum sem hljótast að því að taka þátt í tilraun? Spurningamerki. Því sko, ef tilraun og lyfjum erum að ræða, á ég þá sem svokallar tilraunadýr eða viðfangsefni ekki að skrifa undir einhvers konar skilmála, eitthvað smáttletur, fá einhverjar upplýsingar eðli þessara tilrauna, þar sem að ég í rauninni skrif undir og ég er tilbúin til þess að taka ábyrgðina því ég sjálfur út frá innsæi eða þekkingu eða whatsoever ábyrgðin mín. Skilur þú hvað ég við? Ertu ekki að takast á við sambærilega álitamál? Jú, því miður. Ég er sem sagt eftir ég hætti sem dómari þá fór ég það að vera lögmaður og það er alls konar fólk, því miður talaði um mig sem er að glíma við eftirköst þessara efna. Þetta eru einstaklingar sem vilja rekja heilsubrest sinn. Við erum að tala um 5-6 þúsund tilkynningar bara á Íslandi, ekki rétt? Jú, mörg þessara tilvik eru mjög alvarleg. Og ég hef spurt þetta fólk og ég tilum með þinni spurningu. Varstu upplýstur með einhverjum hætti um að þessari sprautu kynnu að fylgja einhverjar afleiðingar? Áhætta fyrir þig. Í öllum tilvikum hef ég fengið sama svarið, það er bara nei. Og hvernig er staðið að þessu? Jú, að viðkomandi bara kemur þarna inn í einhverja stóra höll og sest niður, þetta er bara fólki smalað inn eins og búfjanaði og það er sprautað. Það er líka tónlist. Og tónlist og það er stuð kannski bara. DJ og allt. Og sko, það sem að mér ef þið skoðið bara
alþjóðlega samninga lyfjatilraunir og að þá og bara það að lyfjagjöf bara orðum það bara þannig sem sagt þegar þú sem sjálfráða einstaklingur samþykkir það að taka við einhverju lyfi því bara sprauta inn í líkamæðin ok, en segjum ef þú verið krabbameinssjúkur þá hefur samt valum að hvort þú tekur lyfið ekki ok, og þú ert samt krabbameinssjúklingur væntanlega ágætt stöð til ekki átt samtal við þinn lækni hverju aukaverkanir og svona og svo það meðvituð upplýst ákvörðun síðan kemur þú niður í Laugardalshöll eða hvar það út á landi og sest niður í stól, það kemur ykkur maður sem hefur aldrei talað við þig og sprautar þig með þessu og fara engan miða ég hef séð miða frá Írlandi bara sem dæmi það bara svona einblöðungar af vísu en það kemur fram þessi sprauta gæti haft í för með sér eftirtaldar aukaverkanir tímabundna lömun hjartabólgur svo kemur þetta upp í einhverjum og jafnvel síðan neðst á listanum andlát þetta staðlað form frá í rauninni yfirvöldum? Þetta svona gulu miði sem að Írar virðast vera að fá og hugsanlegar aukaverkanir af sprautunum. Ég get ekki séð að Íslendingar hafi fengið nokkurt einasta slíkt plagg og menn hafi gengið býsna frjálslega til leiks þarna í þessu og sprauta bara hvert sem að var mættur og svolítið fyndið eða ekki fyndið að frænka mín fór hann niður og svo var hún eitthvað að fara að efast þegar hún var svona að fara að nálgast þann stað að það átt að fara að sprauta hana og hún snýr við og kemur dyravörður að henni og segir eitthvað svona ég sko, ert að fara? Og hún segir, já, ég bara eiginlega vil ekki, ég allavega treysti mér ekki þá segir hann, ég ráðlegg þér eindreið að fara í sprautuna og hún segir við hann, ert þú læknir? Nei, ég nú bara rafvirki eða eitthvað, hann sagði eitthvað svona sko, hann var augljóslega ekki læknir en hann var farin að taka það sér að ráðleggi fólki eindreið að fara í sprautuna en auðvitað í góðri trú, ég meina við trúðum því að fyrsta sprautan myndi bara, var það ekki leysa máli. Það var alltaf að forsendur uppi þá. Fullkomlega öruggt og árangsvitt. Ég spurði hjartalæknir í dag, treystur þau til að fullyrða það, hér og nú, að þessar sprautur séu fullkomlega örugar og árangursríkar. Hann gat það ekki. Ég orðaði þetta með ekki svona, ég var ekki svona ákveð. Ég sagði bara, treystur þau til að fullyrða að séu örugar og árangursríkar. Hann treystir ekki til þess, samt heldur vagnin áfram. Nei, hann gerði það ekki. Nei. Hann einmitt, ekki beint, hann var ekki tilbúin en hann var samt tilbúin að mæla með því að fólk færi í þetta þannig að vagnin mallar bara á teinunum í átt til einhverja vonandi verða engin stórslis en ég meina ef að það gerist og það er ekki fyrsta skipti sem að það kemur ljós eftir einhver ár sum lyf eru þannig að aukaverkanir kom ekki fram fyrir eftir áratugi hvað ætla fólk að segja? Já, ég meina úti hvernig á það að sakast því að það hlýtur að vera eitthvað samningur á milli lyfjaframleiðandans og kaupandans segjum sem svo íslenska ríkið það hlýtur að vera eitthvað samningur sem ég hef aldrei séð eða heyrt en deili af Jú, það eru samningar hann á milli sko. Hvað kemur fram í þessum samning? Mér sýnist, ég sá eitthvað því ef að ég sem viðfangsefni fyrir að díla við eitthvað skonar aukaverkanir eftir eitthvað x tíma úti, sko, auðvitað ber ég ábyrgð sem einstaklingur sem geng inn í höllina en segjum svo ég ætli í mál við eitthvað fer ég í mál við lyfjarissan eða er hann búinn að afsala sér allri ábyrgð eða fer ég í mál við íslenska ríkið fer ég í mál við hjúkrunarkonuna eða mannin Já, góð spurning. Í hvert fer ég í mál við? Sýnist mér að íslenska ríkið hefur samið þannig við framleiðendur þessara lyfja að lyfjaframleiðandinn, það segir hérna í þessari klausu sem ég sá þá segir kaupandi lyfsins, það er að segja ríkisstjórnin, gerir sér grein fyrir því að þessi lyf eru framleidd í miklum flýti og hafa ekki farið í gegnum öll hefðbundin próf og tilraunir en samþykir einhvað síður að verði einhverju svona alvarlegar afleiðingar af lyfjagjöfinni þá sé lyfjaframleiðandinn ábyrgðarlaus og það þýðir bara raunverulega að sá sem verður fyrir tjóni á engan annan kannski úrkost en að beina kröfum sínum að ríkinu í þessu tilviki
vegna þess að það er ríkið sem er rauninni kaupi lyfin á þessum forsendum, það er ríkið sem að heldur lyfjónum að fólki með gengdalausum áróðri, ég ætla bara að kalla það. Já, ríkið er minn aðalverktaki. Já, og hvetur fólk, ég meina fulltrúa ríkisins er að hvetja fólk til að fara í þetta, hafa upp í stóru orðum hvað þetta er gagnlegt og gott og hvað þetta muni í rauninni veit okkur mikið frelsi. Og síðan þegar kemur ljós að þetta verður þá í endurtekið efni, þar að segja við þurfum að fara í hvað, núna Bretland segja hvað, að 3 mánaða fresti, í lok nóvember kom það fram að þetta er á 3 mánaða fresti, og ef við erum að tala um börnin, og við spurjum okkur bara þessar spurninga, ef við segjum bara 4 ára barn, eða hvað, 5 ára barn, 5 ára barn, eins og er, það er verið að tala um það. Annað í bígerð. Já, 5 ára barn, sem fyrir sprautu núna og má þá mögulega vænta þess að fara í, segjum bara 2 sprautur á ári núna í 13 ár. Það eru þá ætla að vera 18 ára, það eru 26 sprautur. Og svo er að þessu leiti er þetta ekki sambarlegt við mislingasprautunar, því að ég held að er það bara ekki bara 1 sprauta eða er það 2? 1 eða 2. Svo þolir ykkur einstaklingur með góðu móti, því öll lyf hafa aukaverkanir. Það er bara staðreynd. Þolir ungt barn 26 skammta af einhverju lyfi. Við vitum það ekki. Nei. Þetta er bara við erum að fara út á ókannað svæði. Já, en við leifum lyfjónum að njóta vafans. Já, við leifum lyfjónum að njóta vafans en ekki börnunum. Nei, við gerum það ekki. En getur ekki verið að það sé bara vera heiðarlega baráttu við ósýnilegan óvin? Eða erum við bara búin að missa algjörlega stjórn á stöðunni? Það er, einmitt, það er Gæti ekki verið að þetta feiti svo bara út á næsta ári? Vá, hvað ég vonaði það maður. Nei, ég menna, það er náttúrulega liðin 2 ár síðan, sko. Það er liðin 2 ár og það eru búin að koma þessar 2 variantar núna. Það er ekki Delta og hvað hann heitir, Omicron. Og síðan koma bara næstu. Já. Ég meina, ég á enga kristalskúlu og ég get ekkert sagt til hvernig þetta þróast, en ég gluggaði þarna í bók Robert Kennedy sem heitir The Real Dr. Fauci eða eitthvað álíka og er að mörguleiti mjög merkileg bók. Ég held að þetta sé bara einhver núna mest selda bókin bara vestanhafs að minnstakosti og örgulega víðar og Robert Kennedy tekið fram demokrati, augljóslega af demokrata ættum. Núna í 80 ár hefur hann verið inn í þessi fjölskylda inn í bara einsta kjarna bandarísk valdakerfis og bara sýnist mér að þessi menn af góðum hug lagt sér fram og Robert Kennedy segir bara í þessari bók, hann er að vitna þarna í alls konar heimildir að það eru til svo margir variantar að þetta geti haldið áfram endalaust og hann ég les Robert Kennedy ekki þannig að hann sé samsæriskenningamaður. Það byrjast vera frekar bara svona heill og heilstiftur maður. En hann segir að það muni taka almenning 10 ár að vakna og fara í viðnám. Það er spá þeirra sem eru raunverulega stýra ferðinni eins og hann lýsir þessu. En eitt segir hérna, þú segir sko samsæriskenningamaður, þú telur hann ekki vera samsæriskenningamann, heldur heilan og beinan mann. Síðan hvenar er samsæriskenningamaður ekki heill og beinn? Já, nákvæmlega, góð spurning. Ég meina fyrirgjöf, sko, það var eitthvað sem stóð upp á einhverjum tímapunkti og sagði, heyrðu fyrirgjöf, konur eru ekki með kosningarétt. Það er eitthvað samsæri gangi hérna. Er ég að sýna einhverja óheilbrigða tilburði? Ég meina, af hverju má ég ekki benda á samsæri ef innsæðið mitt segir að svo sé? Er ég eitthvað óheilbrigður? Takk fyrir, þetta var bara svo frábært hjá þér, vegna þess að í rauninni, þetta er ein leiðin til þess að svona gengisfella þann sem talar að segja hann er samsæriskenningamaður en kannski er þetta einmitt bara maður sem er að beita sjálfstæðri hugsun sem er að draga ályktanir af því sem hann sér og vil vekja athygli fólks á því sem því minna samsærin eru þarna sko. Samsærin eru þarna vissulega og í gegnum tíðina skoða þetta bara í sögulegu samhengi það eru samsæri út allt en er ekki bara því að samsæringamenn og konur þeir vilja oft fara fram úr sig í gleðinu við erum stödd í einhverjum það er alltaf verið að leita samsæri öllu þegar vissulega þeir finnast of sammála, þetta er líka góðu punktur sko að fólk fer of langt sko en samsærin eins og þið segið eru víða og mér sé að hérna
það er verið upp sko Adam Smith í þessari frægu bók sko auðlegð þjóðana þá segir hann eitthvað á þá leið að atvinnureikendur getur ekki komið saman í hóp sko á þess að þetta endi með því að með einhvers konar samsæri gegn neytendum með almenningi þannig las hann það sko það eru 200 og eitthvað á síðan. En ég ekki alveg sama hvort það heiti COVID eða eitthvað, en það ekki alltaf nauðsynlegt að það sé alltaf einhver rödd eða eitthvað afl sem að veita aðhald. Er það á við? Er það á við? Já, ég meina það á alltaf við. Við sko að því að við erum að tala og sérstaklega núna sko. Lýsa lýðræðinu sem svona jafnvægis elementi í þjóðfélaginu að þá er bara augljóslega svo brýnt að einmitt raddirnar á jafnvel á jöðrunum jafnvel á ystu köntunum fá að koma fram sko þannig að það sé ákveðin breytt og þessi er alltaf lýst sem einhver rosalega eitruðum og hættulegum boðskap stór hættulegt og maður þarf að stíga varlega til jarðar sko ef maður þarf að bara halda mannorði eða trúveruleika. Ég held að þetta sé svolítið að breyta svona, nú missir ekki mannorði svo glatt sko. Nei, þú ert ekki lengur hérna. Nei, en sko greinar eða statusar sem ég var að skrifa fyrir ári síðan, ég kemst mögulega upp með þá í dag. En það er ótrúlegt að menn geti leyft sér að svipta menn að reyna að svipta mann ærun og mannorði því að hann hefur svona og svona skoðun sko. Það eitt og sér fyrst með gali. En heyrðu, sko, ok, við erum búin að fara hérna aðeins í þarna sko samþykkið í rauninni sem að ég veiti ég gengi inn í höllina tekja bara sem dæmi hvað með, og mér langar að fara aðeins í þessi PCR-próf og þá er ég ekki að fara í það eitthvað svona fræðilega því þú ert náttúrulega bara lögmaður, þú ert ekki hérna læknir eða vísindamaður sko, raðgreining á sýnum á sér stað ef að ég fer í PCR-próf og ég er greindur jákvæður með COVID þá fer sýni mitt áfram, hluti af mér, það fer ekki í eitthvað svona Ziploc-poka, toxic waste í ruslið, eins og myndi eðlilegt þykjast, heldur fer það áfram og í okkar tilvitin á Íslandi til íslenskrar erfðagreiningar eða decode, í svokallega raðgreiningu, sem ég veit ekki alveg hvað það er, alltaf sé ekki verið að greina í rauninni afbrigði og í styrkleika whatsoever, hvað veit ég það sem íslensk erfðagreining á að vera, nú ger ég svona innan sviga að vera að vinna hérna einhverja pro bono vinnu bara eitthvað í þá bara sameiginlegar velferðar sem ég veist eiginlega hálf fáranlegt sko það sem að fyrirtæki í eigu eitthvað svona bandarískra sjóða sem ég get ekki ímynda mér að hafi neinn áhuga að gefa pening bara ástæðulausu en burtséð frá því hvaða samþykki í rauninni er ég að gefa eitthvað samþykki fyrir því að sýni úr mér séu send áfram úr sko þessu almenna heilbrigðiskerfi yfir í einkafyrirtæki til greiningar. Já, þú ert segið með fréttir, ég vissi ekki að þessu en ég vil kannski segja það að sko lífsýni sem þetta vissulega eru kannski í okkar huga í dag 2021 ekkert mikil verðmæti eða okkur finnst þetta kannski almenningi finnst þetta kannski ekki að vera eitthvað lífsýnið er allur ég sko. er allur ég nákvæmlega, það er einmitt það sko að þegar framlíða stundir að hvað verður gert við þetta hvernig verður þetta sýni hugsanlega notað í þína þáu eða það sem verra er hvernig er það hugsanlega notað gegn þér hvað veistu hvað verður gert með þetta þannig að í raun og veru bara það að þetta fari á okkur svona flakk og endi í einhverjum gagnabanka hjá fólki sem þú veist ekkert hvert gæti verið bara býsna alvarlegt mál út frá öllum sjónarmiðum bara persónuvernd og annað slíkt, þetta getur varðað þína fjárhagslegu hagsmuni og afkomendaðina jafnvel að einhver segi við barnabörniðin þú fær ekki líftryggingu eða þú fær ekki sjúkdómatryggingu í okkur af því að það er bara greinilega þetta gen í fjölskyldunni eða skiljiði En af hverju erum við ekkert að spá í þessu? Já, við erum hérna kannski bara bláeig, algjörlega grunlaus, áttum okkur ekki á því að
þarna eru mögulega að ræða eitthvað sem skiptir máli og það er engin umræða, ég meina umræðan í þjóðfélaginu snýst bara með ofslega skrýtna hluti, ég meina bara einhver svona aukaatriði sko. Ég meina einhverju 2 ágæti menn, báðir frábærir hérna, Bergsveit Birgisson og Ásgeir Jónsson rífast 2 bækur og það er bara allt í einu aðalmáli sko. Og þú veist Noam Chomsky sem er hérna svona mikill spekingur á vinstri væng stjórnmálana hefur lýst þessu þannig að í rauninni gangi fjölmiðlaumfjöllun mikið út að bara halda fólki upptöknu við aukaatriði á meðan stóru atriðin þetta er mögulega eitthvað svoleiðis bara eru flutt frá einum stað til annars það hefur alltaf verið svoleiðis á þess að neitt veiti því eftirtekt Einmitt. Stóru hagsmunir eru á flegi ferð sko það er enginn að tala þá merkilegt mjög merkilegt sko, já, mér finnst það, ég meina Kári Stefáns hann er með stóra rödd hérna og í forsvari fyrir hvað er hann í forsvari fyrir? Já, sko, hann er auðvitað í forsvari fyrir sitt fyrirtæki þetta er ekki hans fyrirtæki Nei, einmitt, þetta er mögulega þá hvað er því orð komið að meginstefnu í erlenda eigu Já, eftir sem ég skilst þá fór Íslensk erfðagreining á hausinn 2016 og í rauninni var bara borguð út af bandarískum sjóðum eða sjóð en hann er líka náttúrulega rödd einhvers konar kennivalds hann er náttúrulega sérfræðingur á sínu sviði stígur oft inn í það hlutverk og svona maður hefur séð því í fréttunum líka sem sérfræðingur sko. en þú skilur hvað ég meina sko, að leita til hans já, menn eru svona settir á svona kennivaldsstall sko, og tala þaðan og hann Kári hefur haft mikla rödd í íslensku samfélagi í mörg ár, það er klárt maðurinn sem kallaði hérna óbólusettu drullusokka Já, hann orðaði þetta þannig hann sagði að þetta væri drullusokksháttur að vilja ekki láta bólusetta sig það þykir mér svolítið gróft þetta er sko, vanhugsað já, ég meina ég veit ekki, ég geti sagt margt þetta, það er því bara þannig að Kári myndi kannski fara í einhvers konar mál við mig sem er kannski allt í lagi en ég get alveg, þarf ekkert að fara þangað ég bara segja að hann hefur auðvitað fyrir sig ekkert leyfi til að hjóla í tiltekinn þjóðfélagshóp frekar en ég eða þið bara þegar við förum að klæða okkur í takkaskó til þess að fara að sparka í einhvern þjóðfélagshóp hvort sem það heita hommar eða fatlaðir eða svartir eða rauðhærðir eða óbólusettir þetta er bara aldrei þetta er ekkert sko sem að bætir neitt þetta skadar þetta leiðir til alls konar óþarfa árekstra og átaka og aðgreiningar og þarna bara var ég fyrir rosalegum vonbrigðum með Kára að hann með þennan stóra hljóðnema sem hann er með sko í rauninni kjósi að fara þessa leið þetta er bara hvaða hagsmuni teluru að hann og hans apparat hvaða hagsmuni er hann að gæta? Já, ég get út að vera sig ímynda mér að auðvitað ef þetta fyrirtæki tengist lyfjaframleiðslu þá sé einhverjum hagsmunir í því fólknir að allir eða sem allra flestir taki lyfið en hversu langt getur þú gengið hversu hart getur þú gengið fram í svona sko málflutningi mér finnst þetta ekki á nokkurn hátt boðlegt ég segi það bara það var nú gaman að fá hann hérna ekkert já myndur þú leggja í það? Ég myndi alveg leggja, ég veit ekki hvort ég myndi fá að segja mikið sko en jú herru, við getum haft það bak við eira herru, svo ég hef með spurningu sal já þetta er sko hitamál sko í dag þá er þetta ekki spurningu sal frá Ívari á gröfinni þetta er frá nafnlausum aðila sem er mér náinn og spurningin er eftirfarandi sko, eða svo hljóðandi þegar að barn neitar að taka hraðpróf til þess að fá að taka þátt í viðburðum íþróttasambanda sem krefjast QR-merkis og er bannað að taka þátt
þetta afræks íþróttamanneskja mögulega í einhverju landsliði, getur unglingalandsliði eða ofar, hvað veit ég, bannað að taka þátt í móti, má mæta á æfingar því að einstaklingurinn neitar og hefur ekki áhuga að fara í hraðpróf. Hvað næsta skref, og í þessu tilfelli barnið, það tekið fram hérna, að styðja barnið og stöðva þá þróun að börn þurfi að veita aðgang að líkama sínum sem skilyrði fyrir þáttöku í samfélaginu? Spurningamerki. Sko, fyrsta skrefið auðvitað í eðlilegu, ef allt væri eðlilegt, þá myndu foreldrar væntanlega segja í hrönnum að við látum ekki bjóða okkur þetta. Okay. Og bara neita að senda börnin sín í þessi mót sem væntanlega eru þá ekki haldin og það snýst þá mikið bara svona borgarlega samstöðu. Við þekkjum mörg dæmi úr frelsisbaráttu blökkumanna í Bandaríkjónum og víðar úr heiminum þar sem að bara almenningur í rauninni segir á einhver tímapunkti við tökum ekki þátt í að einhver hluti okkar þjóðfélags sé ekki fullgildur, fá ekki að vera með og við ætlum að sýna samstöðu og svo framvegis. Þetta er í einum fullkomna heimi. Já, í einum fullkomna heimi. Því þessi ákvörðun þessa barns, og ég taka það fram að þessi ákvörðun var sett í hendur barnsins eða unglingsins, hún er að mæta mikilli andstöðu innan í rauninni foreldrahópsins og sem sagt liðs... Býtu, er þá verið að knýja hana í að fara í þetta? Já, barnið, unglingurinn mætir miklum fordómum. Já, okay. Þannig að þú tókst þetta fram sem í hinu fullkomna heimi. Þetta er í hinu fullkomna heimi. Já. Síðan þarna fyrir utan að þá er það skiljanlegt í raunheimi að barn eða unglingur sem að stendur frammi fyrir því að það eigi að fara með pinna sem getur verið, hann er býsna langur og ef þið skoðið á myndum hvert er verið að fara með pinnan og þið horfið á það sem er verið að gera þá er farið bara inn í miðjan hausinn, hver er myndavélin eða þá er bara farið nokkur neginn bara hingað gegnum nefi. En ég veit nú samt segja það eru PCR-prófin en svo er þessi hraðpróf þau eru mun grinnra þau eru bara 2-3 cm upp. Er það? Já. Ég farið í svona hraðpróf. Okay. Ég sá bara það var að fara með pinnan inn í haus. Okay. Og ég hef átt samtölu fólk sem er hann niður frá. Þau hafa hringt í mig sem lögmann og sagt, ég vil ekki fá þetta inn í höfuðið á mér, barnið mitt vill það ekki heldur. Og ég hef átt samtölu við fólk sem vinnur á þessari hraðprófstöð. Ég spurði, ert þú hjúkrunarfræðingur? Nei. Ertu læknir? Nei. Og þannig að það er eitthvað fólk að framkvæma prófin sem er ekki mentað í neinu sem heitir læknisfræði. Þú að sé vissulega vafalaust hjúkrunarfræðingur og læknar á staðnum. Okay. En bara það að eitthvað fólk sem ekki er læknisfræði mentað eða heilbrigðis í þeir sem heilbrigðisgera sé að fara með pinna svo langt inn í höfuð á barninu mínu finnst mér bara í rauninni ekki mjög kræsilegt og ég skil það að mörg börn fari bara í kvíðakast og það er staðreynd. Kvíði barna á Íslandi hefur stóraukist og hann er mældur alveg núna niður í eitthvað 3 ára aldur og það er talað að stór hluti skýringarinnar sé þetta að það er verið að smala krakka greiðunum inn í eitthvað svona stöðvar, það er verið að vaða með pinna inn í höfuð á þeim. Herðu, en það skrýtna er og ég vil bara segja þetta hér að því að fólk getur þá horta á þetta að vísu ekki fyrir en 10. janúar sem er skaði að þegar að fólk segir bara ég vil þetta ekki að þá virðist mér að í framkvæmd sé bakkað úr því að fara úr nefkókinu niður í það að taka bara sýnið úr nefin. Ætti það þá ekki vera nóg? Það ætti að vera alveg nóg. Þannig að fyrir barn sem vill ekki fara í þetta lýstur þessu, þetta er hraðpróf. Já. Að þá mætti segja við barnið, heyrðu, við pössum upp á það að tala við fólki sem er að taka þessi próf. Það verður séð til þess að pinnin fari bara 1 eða 2 cm upp í nefið á þér. Þá mögulega getum við svona lifað með þessu. En auðvitað en það á ekki að skipta máli. Auðvitað á þetta ekki að skipta máli. Og ég held líka að við værum bara á þeim stað að við gætum hort raunsætt á tölfræðina sem að mér sýnist við miður að læknastéttin á Íslandi sé ekki alveg tilbúin að gera
því að hún er mikið í tilfinningunni og óttanum og sér bara sinn þrönga heim þar sem að allt virðist verið í steik sko, og ég myndi sér að það sé þá allt í steik bara annar staðar. En ég segi tölfræðilega séð ef við bara horfum á þetta þá eru börn ekki að smita mikið og það er búið að reka grunnskóla í Svíþjóð núna heilt ár án þess að það leiði til einhverja staðfestra smita. Það er, ég held að síðast þegar ég gáði var ekkert tilvik fundið það að barn til dæmis hefði smita kennara. Það er vísið einhverju mánuði síðan ég flettu þessu en börn eru samkvæmt þessu ekki þessir pestar smitberar sem að þessi aðferðafræði sem þú ert að lýsa þarna sem er einhver svona harð ís vinnubröð virðast byggja á. Sko, í þessu tilfelli þá reynduðu að koma unglingnum inn á mótið án QR-passans en henni var ekki hleypt inn. Þannig að þau auðvitað snúið. Já, ég meina þarna til dæmis, bara að segja við ykkur strákar að þarna til dæmis svona reglur hefðu haft gott að fara í gegnum alvöru umræðu, alvöru síu, alvöru gagnrýni. Þetta er galið. Já, þetta er það. Þetta er hins vegar þjóðfélag tilskipanana. Þeir vilja meina að þetta þurfi skjóta afgreiðslu og það er ekki þetta er svona óhefðbundnar minnisblöðin. Eða skilur þetta er hérna það þarf að bregðast hratt við og það talar að sko að herða fyrir jól eitthvað, við erum talað jólun eftir 5 daga skilur, hvað sem það gera sko. Hversu lengi getur það líka gengið sko, það sé hægt að taka ákvarðanir bara svona. Bara endalaust. Þú talar þetta fari gegnum þetta system og 3 umræður alþingi og allt þetta skilur. Þetta tekur náttúrulega bara helningstíma. Það tekur viss, en lýðræðið áheldur ekkert að vera skilvirt. Það er enginn sagt það. En þetta er farsótt, þetta er öðruvísi. Hvernig er það hægt að ganga einhvern meðalveg? Já, sko, það væri til dæmis hægt að segja í staðin fyrir að við séum bara hérna með einn mann í aðalhlutverki, mér sýnist náttúrulega Víðir blessaðar er nú ekki að blanda sér mikið inn í þetta. En það er kannski ekki hans svið. Nei, þetta er ekki hans svið. Og Alma landlæknir er ekki beint svona sjáanlega í þessari ákvörðunartöku. Ekki lengur. Þórólfur situr hann einn við borðið og skrifa minnisblöðin. Ég myndi segja, herðu, það eru 360.000 manns í þessu þjóðfélagi. Það eru 8.000 milljónir eða hvað það er í heiminum. Ég ætla bara að fá fleiri einstaklinga sem hafa vita á þessu. Ég ætla að búa til ráð. Það væri strax miklu skárra. Það er það sem ég hefði haldið að væri í gangi. Já. Ég ætla kannski bara að gefa Þórólfi blessuðum frí. Ég ætla að fá nýtt fólk inn. Ég ætla að fá ég ætla bara í þessu sóttvarnaráði að fá sjálfur að spyrja spurninga. Ég ætla að gefa fólki utan úr bæ að koma og bera spurninga fyrir þetta fólk. Eiga samtal. Jartengja þessa valdhafa sem að þetta fólk er við bara hið venjulega daglega líf. Hvaða áhrif er þetta að hafa? En hann skilar þetta bara sínum tillögum. Svo er það heilbrigðisráðherra sem tekur ákvörðun. Já, en sjáðu líka klikkunin í því að við erum allt í einu komin hérna með einhvern valdhafa sem ber enga ábyrgð. Og þegar að hann er búin að setja einhverja reglur sem hann rauninni gerir. Okay. Já, og fólk er ósammála því, þá segir hann bara, þetta voru bara mín tilmæli. Bara minnisblað. Ég ber enga ábyrgð. Það er ráðherrann sem ber ábyrgð. Og þegar ráðherrannir eru spurðir, er bara svo að þetta er bara galið og hvernig leiði ykkur að gera það? Já, við fylgjum tillögum sóttvarnalæknis, það sem við erum að gera. Takið þið nú vel eftir. Það sem að hefur gerst og er að gerast og er brjálæði. Það er verið að búa til valdastrúktúr, valdapíramíta, það sem enginn ber ábyrgð. Og það er ávísun á valdníðslu. Svo ég segi það bara á hreinni íslensku. Mér finnst þetta að vera svolítið gegnum gangandi gegnum allt sem við erum búin að tala um í kvöld. Já. Einmitt, sko. Já. Það eru allir búin að afsala sér allri ábyrgð. Já. Þeir vilja bara fá, góð athugasemd. Þeir vilja fá launin sín, þeir vilja fá fínu skrifstofuna, völdin, en ábyrgð, nei, gagnrýni, nei. Ég er rosalega viðkvæm fyrir gagnrýni sko. Ég vil að allir kollega mínir tali vel um mig. En það er líka eins og að stór eða stæðsti hluti bara þjóðarinnar er líka búin að afsala sér aldrei ábyrgð. Já, er það ekki?
Ég upplifi það þannig, kannski er ég með einhverja massífa mótþróaröskun og geðröskun kannski mögulega og haldin algjörum rángumundum, en mér finnst ábyrgðarleysi að sjá ekki smátt letur þegar ég geng inn í lyfjatilraun. Sorry to say. Já, og segja bara mér finnst það. Já, og leyfa í raunin að þessi komið fram við þig eins og búfénað, leyfa það, gaggrina ekki, reyni ekki að stíga á bremsuna, það er rauninni bara ábyrgðarleysi, það er alveg rétt. En svo má náttúrulega segja... En við búum í réttaríki, skiljum. Við þurfum að ekki getum við hvatt til bara styrjaldar. Við getum það ekki, en ef við viljum búa í réttaríki einmitt, ef við viljum búa við lýðræði, ef við viljum búa við ríkisstjórn og valdakerfi sem að virðir frelsa okkar, þá er það samt þannig að við getum ekki verið í hlutlausum. Þetta er dagleg í raun og veru varnarbarátta og það er í rauninni, þetta er góð afbending hjá þér, þetta er sem sagt ábyrgðarleysi að segja bara ég skipti mér ekki af þessu, ég les ekki smáaletrið. Nei, en ég er að leggja ábyrgðina á aflið sem tekur ekki ábyrgð sjálft einu. Já, og þá er fólk að treysta því að þetta aflega vald sé okkur svona hliðholt. Svo einn daginn nefnilega gerist bara mjög víða. Mögulega. Að allt í einu snýr þetta þessi valdhafi eða það er alveg til í dæminu. Þetta kerfi sér við og þá er það bara ekki sérstaklega hliðholt vinnveitt okkur. Nei. Og þá erum við í svo miklu vanda að við erum í rauninni orðin réttlaus, raddlaus og höfum enga möguleika lengur á því að verja hagsmuna. Nei, því ábyrgðin hvílir á mér. Hún hvílir alltaf á þér og mér. Og hún hvílir á mér sem foreldri gagnvart börnunum mínum. Algjörlega, já. En sko, hafa þessir foreldrar, þessa unglings sem lenda í þessari stöðu hérna helgina, hafa þessir foreldrar er einhver möguleiki fyrir þessa einstaklinga að leita réttasins? Já, ég myndi segja auðvitað hafa þau möguleika á því, fara með þetta fyrir dóm, kæra þetta mögulega til ég myndi segja að það væri möguleiki að það fara með þetta fyrir umbóðsmanns alþingis eða umbóðsmanns barna bara fyrst kannski mögulega í gegnum stjórnsýsluna kæra þessa framkvæmd halda því fram að þessa reglu standist ekki stjórnarskrá og eitthvað slíkt og síðan bara það er allt svo sem hægt, en ég er ekki að segja það er ekki hraðvirkasta leiðin, eðlilegasta leiðin frammi fyrir svona reglum sem eru mögulega settar að geðþótt á svo framvegis væri að fara með þetta bara beint í valdhafana, stjórnmálamennina sem er að ábyrgir fyrir reglum sem skrifa upp á tilskipanirnar. Það væri náttúrulega best ef það væri hægt að gera það þannig. Því ég var hérna með spurningu sem ég ætla ekki að spyrja þig. Já. Ég hættu við það. En spurningin var svo hljóðandi, ertu sjálfur bólusettur? En ég ætla ekki að spyrja þig að því. Nei. Því mér finnst þessi spurningi ekki viðeigandi. Ekki ljósið sem við erum búin að ræða. Þetta er allavega spurning svona á þeim tímum sem við lifum núna og í ljósi þeirra borgaralegu mannréttinda skerðinga sem við sjáum að verið að framkvæma á meginlandi Evrópu, þá er þetta rauninni kannski þannig spurningi á að þetta er bara fyrir hvern og einn að eiga sem sitt enga mál. Já, því einmitt, er það ekki minn réttur eða okkar réttur að þurfa ekki að deila bólusetningastöðu okkar? Já. Ég myndi til dæmis aldrei neyðast þess að uppljóstra hvort ég hefði átt í einhverjum vandræðum geðheilsu eða alkoholisma eða þess áttar að ég væri að fara í starfsmannaviðtal. Nei, til dæmis. Þannig að ég er í þessu tilfelli þannig er ég kannski að fara að taka þátt í keilumóti. Já. Og ég þarf að fara að upplýsa einhvern og hvort ég sé búin að þykja bólusetningu eða ekki. Þetta snertir á svona ákveðnum mörkum sem sagt milli hins persónlega og hins opinbera. Og ef að það er orðið þannig að ríkið á rétt og telur sig að rétt á upplýsingum jafnvel þínar persónlegustu upplýsingar. Fulla stjórn. Já, þá erum við í rauninni, þá er bara ekkit annað orð yfir þetta en alræði. Þeir vilja ráða yfir öllu þínu lífi.
þá erum við ekki lengur í frjálsu samfélagi. Þá erum við í rauninni, ég held við séum komin á í rauninni bara síðustu spurninguna fyrir lokaorð. Við erum búin að kofra þetta allt drullu vel eiga þessar, eða finnst þér að þessar aðgerðir, þessi hreyfing, þessar aðstæður, finnst þér að eiga sér hliðstæðu í nútíma samfélagi? Aðgerðirnar sem þú ert að tala um. Ég er að tala um bara stemninguna, það sem er í gangi. Já, eigi sér hliðstæðu þá í sögunni. Já, svona nánustu fram. Bara í sögulegu samhengi, svona jú, ég ætla að lega mér að segja bara síðustu 100 ár. Já, ég viðurkenni það að ég hef vissar áhyggjur af því. Maður sér að sko maður sér ákveðin svona teikn á lofti, maður átt að segja því hvað það er stutt í fasismann og ég er reyndar búin að hafa ágjör af þessu í bara sennilega mörg ár. Ég er búin að skrifa greinar um alræði og í rauninni þessa ógn fasismans vegna þess að ég skynja það að margt af þessu fólki sem að svona telur sig vita betur en aðrir. Það er svo mikil freisting fyrir þetta fólk að segja og vilt ekki hlusta á mig. Og þá ætlum ég bara að taka í hnakkadrampið á þér og ég og vinir mínir ætlum að draga þig yfir línuna til okkar og láta þig hlýða því að það er þér fyrir bestu. Og þegar þetta gerist, þegar góða fólki eða þeir sem að vita best betur en þessi kjáni þarna er farið að beita þessu valdi, þá erum við stigin inn í veruleika fasismans. Þannig að þessi lína getur verið mjög þunn og ég efast ekki um það að margir þeirra sem að til dæmis fóru og heimsóttu keisarafjölskylduna í Rússlandi 17-18 og skutu litlu börnin töldu sig verið að gera eitthvað rosalegt gagn og ég efast ekki um að margir þeirra sem að byggðu og ráku útrýmingar og þrælkunabúðir í Þriðja ríkinu töldu sig eflaust vera að gera eitthvað gagn og ég efast ekki um það að þeir sem að ganga nú harðast fram í Þýskalandi, Austurríki, Ástralíu og svona telli sig vera að gera þetta af góðum hug en valdbeitingin, grímulaust ofbeldi, fyrirlitning fyrir skoðunum annara, fyrirlitning gagvart og vanvirðing gagvart einkalífi fólks, trúarlífi, sannfæringu, persónufrelsi. Þetta eru þræðir sem að því miður við þekkjum vel úr sögu síðustu 100 ára og jafnvel aftur í tíman og hvaða er ríkt í manninum að vilja skipta þjóðfélaginu upp í réttláta og rangláta, syndduga og syndlausa og byrja síðan að hreinsa. Ég hef vissar áhyggjur af þessu. Ég held að við á Íslandi séum í betra færi heldur margar aðra þjóðir til að veita þessu viðnám og ég segi það út af því meðal annars að við eigum að heita svo að við séum í ágætis vonandi sambandi við ráðamenn, lögreglumenn, við erum öll í raun og veru ein fjölskylda á Íslandi. Við þekkjum öll hvert annað eða ef við þurfum að ná sambandi við einhvern út í þjóðfélaginu þá eru yfirleitt ekki nema kannski 1 eða 2 liðir, milliliðir sko. En þetta sérðu nú bara eins og Júgóslavíu bara. Vissulega sáum við það sko, það var verið að hræra, þar var hrært í pottum sem að lengi hefðu kraumað. Þjóðernis, trúarbragða og landamæra deilur að því leyti erum við aðeins betri stöðu held ég en þetta gæti vissulega enda með ósköpum bara við leggjum stöll á eitt sko, eigum samtal áttum okkur á því að við eigum, þótt við höfum ólíka skoðanir, þá eigum við samt sameiginlega hagsmuni við getum, við vöndum okkur og finnum við það að við eigum sameiginlega hagsmuni af því til dæmis að geta rekið friðsamlegt þjóðfélag börnin okkar alist upp við það að geta gengið í skóla farið á íþróttamót
gengið óhult götur bæjarins og landsins og við þurfum að vekja hjá hvert öðru svona þessa hugmyndum að við viljum halda áfram að búa í samfélagi saman þó að við séum sem betur fyrir ekki öll eins og við þurfum en í því felst náttúrulega við þurfum að læra að virða hvert annað, það ekki? Jú. Og læra að tala saman svona með tungumáli hjartans en ekki svona með þessum menntahroka eða kennivaldsroka eða þetta ekki örvendingar efnishyggjuna sem í gangi núna? Mögulega, jú. Bara hnignun hvað ég að segja bara dýrsins, ekki bara yfirvofandi. Nei, ég meina, ertu bjartsýnn á, sérðu ljós? Já, ég sé ljós vegna þess að ég held að maðurinn, við getum ekki lifað í svona andlausum heimi eins og þetta lýsa. Þetta er raun og veru að þú talar efnishyggjuna, efnishyggju veröld, þetta er andlaus veröld. Já. En maðurinn er ekki bara efni. Hún er rýmislaus. Já, maðurinn er andleg vera líka. Við getum ekki lifað í tilgangsleysi, að við nefndum áðan tómhyggju og tilgangsleysi. Maðurinn þolir ekki tilgangsleysi. Nei, og hann verður þunglindur, hann verður að komast út úr því og þess vegna mun það bara gerast. Ég veit ekki hvað verður löng eða erfið fæðing. Að fólk mun vakna, það verður andleg vakning. Fólk mun átta sig á því að það sem er dýrmætt í lífinu er frelsið, samveran, ástin og kærleikurinn og sorgin er líka dýrmætt. Allt bara að vera manneskja og fá að vera í rússibananum. Þetta er allt svo mikils virði og hvað flattneskjan og litleysið og krafan að við öll að vera eins, hvað það er rauninni mannfjandsamleg stefna og þessi krafa að allt sé lúti einum ströngum mælikvarða, hvað það er rauninni leiðir til mikillar bara vanlíðunar við erum lyfjuð. Við erum lyfjuð. Hvernig þá? Við erum bara lyfjuð í efnishyggju. Við erum lyfjuð í efnishyggju, já. Bæði í bókstaflegum skilningi og við erum ekki að fara út í það hér en við þrífumst í hugmyndafræði. Ég er haldið á pæli í hafið ég lesið, ég las þessa bók þegar ég var unglingur, ég skildi hann ekki almennilega en ég veit ekki hvort ég hef lesið hana Aldous Huxley, þetta er önnur svona næst frægasta vísindaskáldsaga 20. aldar. Það hefur lesið hana? Nei. Þið verðið eiginlega að kíkja á þetta það er annars vegar Orwell 1984 og síðan er það Huxley veröld ný og góð eins og hún heitir í íslenskri þýðingu og ég var bara svona 15-16 ára, ég var bara svona að reyna að skilja þetta og svo bara verði ég eldri og því þú notar þessa lýsingu við erum lyfjuð að Huxley lýsir þessu nákvæmlega þannig að í framtíðarsamfélaginu er fólki lyfjað og því er stýrt með lyfinu. Þannig að þú hefur valdhafarnir hafa í rauninni halda valdatömmina og stýra liðinu með því að þau vita að fólkið er háð lyfinu. Sem er hugmyndafræði. Sem að getur verið hugmyndafræði, sem getur verið eitthvað fróða sem þú ert að inni, hvað segir maður, sem þú ert að í rauninni innbyrða í símanuðinum, í sjónvarpinu, í útvarpinu, kaupa þér eitthvað kertastjaka eða nýja íþróttapeysu eða eitthvað, þetta er bara möguleikarnir eru óendanlegir. Já, endalaust frambúða lyfjum í ýmsu tilliti og kannski bara lausnin þessi að við förum bara átt okkur á því að efnið er ekki lykillinn að lífssamhengjunni heldur andinn. Vitundarleg naumhyggja. Já, en samt hvert væri orðið gnægð andans. Það er að segja við stígum inn í að vera það sem við erum fyrst og fremst andlegar, hugsandi ég ætla að segja það bara guðlegar verur. Frelsi mannsins. Geggjað maður. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt samtal hérna við þig, Arnar. Við erum búin að fara eftir handritinu en við erum búin að fara þetta er búið að vera öðruvís að spjalla við þig en ég átti von á.
Já, takk fyrir. Þetta var aðeins líflega en siðfræðin og aðferðfræðin. Einmitt, við hefðum átt að gefa okkur meira frelsi. Það hefði nú verið gaman að vera hérna. Já, en það mögulega bara annað þáttur. Já, það er nóg efni. Það var þemi hérna í gangi, sko. Og þetta er sko... Ég alveg til ég að koma aftur. Og þetta er núna, sem svo ég sagði á hann, þá kemur, semst Guðrún Bergmann var hérna 3. janúar og nú kemur þú út hérna 10. janúar. Þetta er ákveðin herferð í byrjun nýs árs. Já. Frábært. Og bara til þess að líka bara lýsa fjölbreytileikanum þá er hérna núna 19. desember í dag og á morgun 20. desember þá kemur út Skopp og skrýtla. Það sátu hérna hjá okkur síðustu. Það er ekki að búningin og hilluna sko. En þú skilur, við erum alls konar og við erum litrík en öll erum við keyrð út frá sköpun. Og sköpun á sér aðeins stað þegar að samspil efnis og rýmis er hárrétt sko. Þetta er hlutfall. Það er það sem er fallegt við frjálst samfélag er að við fáum að vera við sjálf og skapa og þá koma þessi fallegu litir sko. Eins og Skopp og skrýtla. Og burt með hennar gráma því munið að ef við hefum kíkt á bókina norðurkóreska stelpan sem að flúði og þegar hún lýsti því hún var komin hún spurði að því komin til Bandaríkjan hver upp á liturinn og hún bara hafði aldrei hugsað bara litur, þetta koncept er ekki til sko. Nei, allt grátt bara Heyrðu, geggjað Eigum við ekki bara enda þetta, við endum þetta bara á bjartsýnum nótum við förum inn í nýtt ár á hérna með það fyrir augum að það verði hér bara vitundavakning og við stöndum vörðum frelsið og við hvar svo sem í stjætt við stöndum að þá stöndum við saman í því geggjað. Það er okkar hagsmunir allra. Við erum öll almannavarnir. Herðu, geggjað. Við ætlum að fara hérna í nokkur orð frá sponsor. Svo farið gjafir. Já, svo leysum við út með gjöfum. Og þannig að þetta tekur 5 mínútur. Ég lesi hérna smá klausu. Komdu með það. Við erum nefnilega með 2 styrktaraðila og við erum mjög þakkláttir fyrir þessa styrktaraðila. Þetta er sérst Todd Thorgríms og gott CBD. Tilbúnir? Ég er tilbúin, þú bara leist. Þetta er, by the way, sko, meðan ég er að lesa rumsuna frá Þorni Þorgríms, þá er þetta Jómfrúarkorkurinn. Þetta er 26 ára ferli, þú ert með hann í höndunum. Takk fyrir það. Herðu, ég fór niður í Þorni Þorgríms, áramála 29, ég átti þar fund með Daniel og Óla, held ég hann heiti. Þetta eru þvílíki snillingar og ég enda yfirleitt í mjög vinalegu, svona cirka klukkutíma spjalli allt og ekki neitt. Þetta eru okkar menn. Við eigum svo gott samstarf með þeim og við erum endalaust þakklátir fyrir stuðningin og tröstinu, spáðu treyst okkur fyrir þessu. Við erum að tala um Todd Thorgríms, þetta er fyrirtæki síðan 1942, þetta er bara eins og South Fork og okkur er treyst fyrir að kynna þessa snillinga. Og þess að frábæra vöru, sko. Einmitt, stundum erum við einfaldlega, við erum klúrir og við erum einfaldlega ekki húsum hæfir oft á tíðum. En í hú, sko, ég er ástangin á þessu kortóti og gólfefnin, einmitt. Já, sko, þetta er nýtt stöf. Við langar aðeins að fara í þetta. Við erum alltaf með veggkorkinn hérna baka okkur. En hérna erum við með hérna, þetta er algjör snild. Þetta lýst vel að. Sko, framleiðslan á þessu, ef við ætlum að fara inn í hinn nýja heim, sko, því meira sem að framleitt er af korki, því neikvæðari verður framleiðslan, kolefnislega séð. Ertu áttaðu því? Nei. Neikvæð kolefnisbinding. Þannig að því meira sem að framleiðslan er, því þarna hollari og gjöfulli er hún umhverfinu. Þetta er bara lagt eins og smelliparkett eða? Já. Er þetta vegg eða er þetta gólf? Þetta er gólf. Sko, þetta er sko, þetta er Harmony, heitir þetta. Þetta eru 3 lög á korki, miðjulagið er hert með svona plastblöndu sem gefur styrkin eða bindinguna. Botnin er hefðbundin korkur. Korkurinn myglar ekki, hann dregur í sig örlítinn raka en hann myglar ekki eins og til dæmis eins og MDF eða krossvöður gerir sem yfirleitt er í svona plastparkettum og svona drasli. Því korkurinn inniheldur svo kallað súperín sem er efni í korkinum og getur nefnt í því samhengi að korktréð heitir Quercus super og þaðan kemur nafnið súperín. Súperín er eins konar lífrænt Gore-Tex. Þannig að það hrindi frá sér rakanum og meikla getur ekki á sér stað. Topplagið í þessu tilfelli er korkur með óslítanlegri slithimnu. Þetta getur legið í bónus, sögðu þeir, í bara einhverju búð í ár. Hún myndir ekki sjá eitt einasta slitvar. Er það grínast? I kid you not. Sko,
Ég var ekki nýtt parkett. Já, sko, málið bara, ég að segja hérna, því ég sjálfur, ég vann sem smiður í 20 ár og ég hef alltaf verið svona timbukall og ég hef alltaf svona fyrirliti, allt svona gervidrasl, harplas, parkett og allt þetta dót. En ég algjörlega að geta þetta dót upp til agna. Mér finnst þetta geðvegt. Þeir eru algjörlega raunverulega búin að selja mér hugmyndin kork. Þú veit það sem Arnar kallar Vír Optimus. Já, það ótt að segja það. Já, bónus patir allavega. Sko, þetta snill, hvað var það? Mýkt, hljóðeinangrun, útlitt og þetta bara mjög hipp. Eitt af lokum, já, það var þetta með þessa kolefnisneikvæðu framleiðslu og það bara Mér finnst að magna með bónus það absúrt, og slitin og styrkin og allt. Það alveg geggja, maður getur strappað á þessu. Já, þið farið niður í Þorgríms, Ármúla 29 og hífið í Daniel, hann veit allt þetta. Hann veit allt korkin. Herðu, ok, og það var gott CBD. Býtu, ég ætlum að gefa honum hérna eina gjöf. Já, ef að gera það í lokin. Já, við getum alveg gert það núna. Hérna. Korkin, bara svona til að slúta korkinu. Megi korkurinn vera með þér. Já, takk fyrir. Þetta eru glasamóttur frá Þorni Þorgríms. Kemur að góðum nótum. Takk fyrir. Herðu, gott CBD. Það sko, gott CBD eins og jörðin og himinin sem hýsir korkin. Já. Taugakerfið mitt ekki það sama og það var áður, en ég byrjaði að dæla í mig CBD og ég dælið í mig. Ég notaði staðaldri oljur, dropaði undir tungu, 2 til 4 sinnum á dag, mismunandi styrkleikum og bara eftir því hver ég stattur í kosmósinu. Öðru hvoru reiki það líka í formi, þetta THC fritt weed og ég sem sagt fer ekki í vímu á því, en það má ég það ekki, ég óvirkur alkoholisti og fyrirvænandi fíkill. Ég nota nú bara svona dropa á mótana, það já, ég má ekki nota THC eins og ég gerði því ég með svona eitthvað líkamlegt ofnæmi sem gera það verkum ég get aldrei hætt að taka inn þessu hugarfarsbreytandi efni þegar ég komin í gang. Ég skilji. Sko, en þetta sama væpið, þetta sama lyktin og þetta svona sama pípan nema þetta svona já, ekki það sama. Ég hef líka stungið CBD-inn upp í raskatið á mér. Það gerði ég daginn, það var 50 mg stíll. Þetta var stíll, ég sneri honum fyrst öfugt þannig að hann var alltaf með að leita út aftur þannig að ég ítti honum aftur og hann getur ég bara klemt eins fast og ég gatt en það var geggjað, ég slakaði vel á þá helgi en það ekki eitthvað sem ég að gera staðaldri en ég myndi mæla með stílunum fyrir lið sem með eitthvað vesen, krabbamein eða eitthvað svona dót. Það ekki, já. Já, það alltaf gott. Þú ert alveg skrifaður undir eitthvað klásu og að pröfa þetta. Nei, ég notaði innsæðið mitt. Já, einmitt. Og ég tilbúin til að axla ábyrgð á því sem ég ger. Ég ekki að fara í málun eitt, sko. Svo ég spurði náttúrulega kjáni, hvað THC? THC í rauninni kannabíóitin í, sko, kannabisplöntunni sem fær mig til þess að upplifa vímuástand. Tekið í vissu magni. Þetta rauninni úr hampi sem þetta svona náskilt fyrirbæri nema hvað hampurinn þú ekki fíknir. Þetta unnið úr systur þessar hefðbundnu kannabisplöntu sem iðnaðarhampur. Já. Og hérna sem að vísindalega sanna hefur mikla og góða kosti. En svo ég líka að drekka þetta í te. Það líka svona ákveðin seremonía og svo ég bara tekökuna eftir á eða hendin í fristi, frábært í smoothie sinn. Og það líka hægt að kaupa teði hérna hjá Gott CBD, þeir eru með það líka. Já, einmitt. Sko, hampur og korkur í framtíðin ásamt öllu því sem skilur eftir sig náttúrulegt framleiðslu, ferli og kolefnis neikvætt og gjöfult. Amen. Fyrir heilsuna. Herðu, ég ætla að minna á afsláttarkóðan sem gefur 15% afslátt, það Þvottahúsið með litlum stöðum, bæði í netverslun, Gott CBD eða upp í búð. Verslunin upp í Urriðaholtsstræti 16 og opinn milli 11 og 18 alla virka daga og laugardaga milli 12 og 16. Svo ætlum við að leysa kallinn út með fleiri gjöfum. Megi hampurinn vera með þér, þetta handaburður og varasólfi. Þetta algjör snilt. En þetta hérna, þetta getur við líka nota bara á sárið eitthvað. Þetta náttúrulega gríðarlega græðandi. Þetta bara gefur alveg að vera ekkert eftir, sko. Græðilega, sko. Ég sagði við með einhver fyrir mörgum árum að ef hann lenti á eyðeyju og ætti að hafa eina plöntu með sér, þá það hampur. Þetta rennir stóðum undir það. Sko, ef þú ert með hampinn, þá ertu komið með fatnað, þú ert komið með orku, þú ert komið með húsnæði, flugvél og svo getur þú reykt restina. Þú getur borðað það bara? Já, eða bara byggt í flugvél og flóið í burtu. Já, nákvæmlega. Arnar, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar. Mínu ánægja. Og bara lifi byltingin og með mátturinn vera með þér. Sömuleiðis. Takk fyrir mig. Yndislegt.
náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þór Þorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins.